Það lítið eftir að mínum uppáhaldsmánuði FM 95 Blöður hafi göngu sína á, ég ætla að segja bara stórkostlegum föstudegi, allt í gangi og við erum ekki með fullan bát eins og það. Fyrirliði þáttarins stattur og Alicante, kemur heima á morgun. Búin að missa bandið. Allt svona spilar inn í, það er alveg rétt hjá þér. Þetta spilar inn í og ég merki þetta. Slæmæting. En hafið engar áhyggjur því að litli bróð þáttarins eins og við köllum hann ofta Rikki G mættur þetta með okkur og við vorum að fatta það áðan og það er ekki oft sem við þrýrum saman því að það er örsjaldan. Rikki kemur oftast fyrir mig. Já. Ég kem í stjórastólun. Já, það er mist gott að hafa Rikka núna hjá mér. Það er yfirleitt sko gott því rauninni bara sitja á móti Blöð og við hliðin á stóni. Já, og Blöð, þú ert rosalega brendur. Ég hef aldrei séð svona. Nei. Þetta er nýtt bara fyrir mín augu. Ég fóti tenni í 5 daga. Já. Og það er margt sem ég komst að eftir ég fór í þessa ferð til tenni. Þú hlýtur að hafa drepist á okkur sóladekk. Nei, þetta var hræðilegt. Ég ætlaði að fara, við vorum ballaus í 5 daga. Fórum á föstudag langan, það var svona 2 leikskóladagar inn í þessu. Þetta er ekki alveg sama svona helli fyrir þá sem þurft að passa fyrir okkur. En þetta, veist, ég er bara þannig, drengir, að ef það eru komnir nokkrir í mig, þá virðist ég bara ekkert geta hætt. Nei. Ég veit ekki hvort þetta flokkist sem vandamál. Það eru ekki fullt að liða þarna, menn ef þú ferð inn á eitthvað svona síður bara ef maður er alcoholic, þá farið alltaf yes, við myndum allir 3 fá já. Já. En sko ekki þú reyna neita verið það Steinar. Nei, ég er bara að spá í hvernig tengist það þessum bruna. Af því að þetta gerist á degi. Ég alveg sé fyllibittu ber á sig. Já, það sem gerist sko, ég ætla bara að koma með stuttaferðasögu. Við fljúum út á föstudegi og það er bara gýr á okkur og eitthvað svona og ég hugsa bara þetta verður alltaf leið, ég tek ræktina á morgun og eitthvað og þegar við vorum bara 2, við vorum bara ákveða að færa enginn með og við vorum ekki að hlera neinn pör eða neitt, bara er komið, þetta átti bara að vera svona afslöpun og afslöpunin var ekki meira en svo að við endum í kasínó á föstudagskvöldinu þegar við lendum og ömulegt kasínó á Tenerife. Já, það er mjög lélegt. Ég nenn ekki það inn aftur. Já, það er rífa sig í gang þar. Það er engin stemning þarna. Máli er að þetta er svona rúllettuborð sem er með einu hjóli en það eru 2 rúllettuborð. Já, það er býð í 3 korter. Þetta hitti 2 fagmenn þar við borðið og 2 sem hlusta og gaman að hitta þá. Já. Nefnum svo daginn eftir, þá vögnum við og það átti að vera bara svona algjör chill dagur. Ég ætlaði að rækta eitthvað en þá er ég búin að plana stefnum út með Svanþóru Einars fasteignasala. Já. Og ekki verið að fara að kenna honum brunan og drikkjuna þína. Nei, það er ljótt. Talað drikk. Þetta segur á greið Svanþór. En hann viðist fitt alveg vel inn í minn félagskap. Það er nokkuð ljóst. Já, en þeir eru vinir. Og það er alveg ótrúlega Steinþór. Ef ég er laus við þig, þá er alltaf einhver í kringuðu sem er að fylla mig. Bíddu, heyrðu, er þetta ekki farið að vera mikið rít hjá þér? Einu sinni varst alltaf að segja sko, ef þú ert með mér þá enda ég fullur. Núna var ég bara ekki með þér og þú enda brendur í kasínó fullur allan daga og nú ertu að kenna bara næsta mósillingum sko. Besti vinur, nei ég ætla nú ekki að kenna þér en það sem gerist er að ég ákvað bara svona að fara í peysu og stöðbuksa því að var ekki sól úti. Ég held sko að það sé líka nummer 1 hjá fíklinum að kenna einhverjum Já, það eru örugglega einhverjir bók. Það er búið að skrifa bækur geggjur sagði Steinþór, þetta er alveg rétt hjá þér. Alveg flott comeback hérna en ég var bara að safna í þetta. Ég hugsa þetta alveg aðeins. Ég hef ekki séð Seinfeld. Ég var ekki búin að hugsa þetta áður. Ég hef ekki séð þegar George er búin að keyra í burtu af fundinum og fær hugmynd bara hugsa hvað hann átti að segja. Það var svolítið hanni. Já, en það sem að gerist er að það var ekki sól. Svo fyrir við hittum þau, fyrir út að borða. Svo byrja sólinn að skína eitthvað. Þannig ég var ekki búin að bera á mig. Svo fatta ég ekki fyrir svona 4 tímum of seint því að það búið að vera hella hans í sig eitthvað. Sterk sólaðan bara, alltaf. Þegar hún var að skína í gegn og svo kom hún hérna eitthvað í lokinu og Rakel, berðu á þig ekki bara, guð mig góður. Þetta er aldrei gerst á ævi minni. Ég gleyma að bera á mig. Þá var það bara seint og daginn eftir vakna ég, nett þinga með annarstegs bruna á haust. Settur þú jógúrt á þetta? Já, bara ég fór í apotek og ég var næstu farin upp á sjúkrahús. Já. Því að það bara lag úr hausnum á mér. Og þetta var ekki svita, það bara svona lag svona, og þeirra þotnaði bara svona bruna blöðrur. Já, þetta er genuinely hættulegt sko, að brenna svona sko. Þetta var, eins og ég sagði bara, ég er alltaf að vera líkar og líkar í pappa mínu sko. Hann á það til að brenna í svona ferðum og pappi minn ber ekki á sig. Nei. Og ég svona ég latu það líka. En ég er nefnilega aldrei latu það sko. Nei, ég nota 50 sko. Já, pappi ber aldrei á sig. Nei, og bara pappi latu það. Já, hann segir að hann þurfi þess ekki, hann segir mér þannig húð. og ég sá hann eins og sko, þá lagði hann sig á okkur vindseng og það var bara
Ég aldrei sé mann svona brendan. Ég er að sína ykkur myndir af þessu. Ég brann bara á skallan Ég ætla að sína ykkur. En málið er það, ef þetta gerist fyrir þið einu sinni, þá gerist það bara fyrir einu sinni. Af því að sko, ástæðan fyrir ég ber á mig 50, að ég hef fengið annars til spruna. Það var endur ekki eftir Sóla, eftir Ljósabekk. Þetta er rosalegt, þetta er nýlegt. Nei, er það ekki eftir Sóli á þér? Heldur Ljósabekk. Ég var 23 og ég held ég var að bera eitthvað svona brunkukrem. Það var eitthvað svona deep heat, eitthvað svona hitakrem. Og ég skaðbrann og ég þurfti að vera í svona köldu baði og bera á mig hreina jógurt og þetta var náttúrulega allan líkam. Og ég þurfti ekki að fara á sjúkrahús. Þetta er ekki svona fyndið, slaka á, þetta var að gerast fyrir þig sko. Nei, þetta er slapp. En eftir þetta, eftir svona sársauka, þá gerur ekki svona mistök aftur. En brannst á tippinu og rassi og Nei, varst ekki brók. Ég var á brók. En bara, þetta er hræðilegast tilfinning sem getur fengið, svona bruna tilfinning. Þetta er agalega sko. Þegar ég spurði pappa, ég horfði bara hann, ég aldrei sé hann svona, hann var svo bólginn. Alveg bara, hann var þrefaldur í framann sko. Ég sagði, hvað er að gerast með það? Er þetta ekki illt? Nei, þetta er allt í lagi, þetta er bara svona eins og að séu svona 1000 nálar að stinga svona í mig alltaf á fullu. Þetta er allt í lagi, sko. Svo fekk hann sér bjór, maður bara, Jesus, maður. En það er líka, sko, eins og ég sendi hérna í grúppuna í okkur, bara, þetta var svona eins og ég var með 10 kíló ón á hausnum. Ég var bara svona með nettan hausverk alltaf bara því að þetta var svo... En eiginlega þetta ekki pínulegði ferðina? Nei, þetta slapp alveg en ég róaði mig, það var engin hettublöðuleginni heim, ég fekk mér á vellinum og svona því að þetta svona stoppaði með þess af eftir fyrstu 2 daga. En þú vilti fara 13 tími fyrir upp á flugvellinu sem er með mér? Já, þetta er bara þannig að mér ef ferðin er búin, þá er hún búin. Já, en djúvill var hún búin snemma þá, hún var ekstra snemma, 13 tími. Herru, við vorum í Króatíu, vorum að veislustýra og ef við erum fengnir til að fara út að veislustýra. Já, Sitges, já. Ef við erum fengnir til að fara út að veislustýra og svona, þá dílum við alltaf bara, já, við erum alveg klári en konur það kom með. Já. Og svo og þetta er mjög skemmtilegt, við förum svona alveg reglulega, myndi ég að segja. Svona nánast. Við erum að fara í júní. Já, við erum svona reglu í þessu og blöðurinn, hann var helvíti lítill þarna síðasta daginn. Hann vaknaði, þú veist, samt var ekkert, það gekk ekkert á og það var bara venjulegt svona, fríið var bara búið. En það er hægt að fara út og labba og taka pítsu, 2-3 bjóra, mjúk lending. Ég elska mjúka lending. En blöðurinn, hann vaknaði, það kom bara ping í chati. Herðu, ég er að spá, ég var að taka bíl bara upp á völl og bara, þú veist, klukkan var 11 morgun, við áttum, hvenær var flugið? 11 kvöld? Það var 11:30. 11:30 kvöld? Og hvað ætlaði að hanga bara á völl? Ég horfði bara á þetta, ég bara, hann líður að djóka. Mér langaði að fara heim. Hann vildi bara fara heim, en hann kemst alltaf ekki heim, hann kemst bara upp á völl og það er 10 sinni verra. Það er bara verra, sko. Miklu verra, við drungin upp á, ég er alltaf að segja þetta, flugvellir er svo leiðilegir, þetta eru leiðilegir staðir á jörðinni, sko. Það er ótrúlegt að sé ekki búið að fatta að gera flugvelli skemmtilega. En er ekki bara flugvelli leiðileg þú ert á leiðinni heim? En svo fyrir mig að sko vélinn hérna við flugum með Play, hún fór 11:30. Geggjaðu tími, mér finnst bara gaman upp á flugvelli að sitja í smá bjóra og spjalla og ég skil ekki að ég er alltaf að mæta þá bara kvöldmataleiti sko, ekki að mæta fyrir hádegi sko. Það er málið. Ég vissi alveg þetta er skotið niður, ég var svona meira að meina, ég var til að fara aðeins Ég þurfti að taka það bara Helvíti hefur hann verið lítið þáma þú vilt fara að hómtími fyrir brottför. Herru, ég prófaði nýttu páskana. Ég fór til Kanari. Já. Er þetta á pari við tenni? Bara með gamla fólkinu sko. Og já, þetta er á pari við tenni. Og ég er bara mjög glaðið með Kanari og mun fara aftur ánga. Varst það að Playa del Ingles eða? Nei, ég var hinum einn Mas Palomas. Já, varst þar. Hvað, hefur þú tekið? Nei, ég er bara amma og mamma er bara búin að vera þarna bara frá upphaf. Ég hef aldrei farið til Kanarí sko. Sko, til að lýsa þess aðeins þá er þetta í rauninni bara nákvæmlega eins og tenni. Það er engin munur nema það er alltaf hellingsmunur. Nei, þú veist munurinn er í rauninni, þetta er aðeins minna. Þú veist, ég var bara einn dag búin að læra þetta. Vissi bara hvert ég átt að labba og mér finnst það mjög fínt og því ég er yfirleitt tindur. Rakel rakkaði mig niður fyrir að ég vissi aldrei hvað við vorum eitthvað tenni og samt er ég búin að fara alltaf svona 15 sinni sko. Ég veit aldrei hvort áttunni ég á labba erum að fara til að dekka eða fara í hinn áttunni eða Nei, maður labba bara einhvern þetta er líka bara þannig en þetta er líka stuð Ég er ekki að labba í neitt heldur Þetta er ekki bara svolítið að vera á ströndinni og hafa Ég elska tenni Svo áttu við áttu svo gott flug út Ég hugsaði bara ok Ingrid dóttir við Mathildur, hún er náttúrulega þið viti hún er alveg, þú veist það er ekki létt að fljúa með Hún er virk Já, og flugið út var bara geggjað Ég var bara djöfullin, þetta er bara komið Núna er þetta bara, this time has passed Flugið heim, ég aldrei upplega svona sko.
Þú veist, ég hef átt verra flug samt Versta flug sem ég tekið var samt bara 2 tíma flug En það var samt verra flug en allt bara Nú tekið alla draumana, allt, þú veist, við höfum verið læstirinn í vél bara í ykkur 17 tíma og svona Þetta 2 tíma flug til Billundar var versta flugið Og var þetta á pari við það? Nei, þetta var að nálgast Var þetta svona eins og þegar við flugum út og ég þarf bara að loka augunum þegar mér langar til að hlæja þú helst á henni og hún búin að sparka rauðinu niður fólki og hérna fyrir framann þú bara, það er bara gefinni smá tíma Málega það virkar ekkit að vera eitthvað að kvæsa á hana sko. Það er bara það er aðeins að spjalla við hana og pakkaðum við saman í vilja og leiðin heim með það Já sko þú veist það var búið að reynit allt skilur það var búið að fylla iPadinn og það voru litabækur og eitthvað mönns og svona pókja af þessu og eitthvað dót og þú veist ég var bara farangur sem ég var með var bara ótrúlegur bara vel undirbúinn og það er bara ekkert gekk það er bara eins og þetta er það var verið viðkenna það aðeins þægilega að fljúga ballus Já, það er líka sko þegar ég satt með þegar lag úr, við fórum að horfa á United Wolves það var skemmtilegu leikur og þá var ég með svona, við vorum búin að fara í apotek og ég var búin að bera á með svona allt og sprey, keypti eitthvað sprey til að kæla þetta og setja á mig eitthvað krem og eitthvað satt svona að horfa á leikinn og Rakel sagði veist, þú ert að breytast í babba en ég bara, ég veit að ræði mig sko það er svona góð 10 ára og Hendri var ég ekki bara í bjór og ær En er ekki hægt að finna eitthvað veist, þessi krem sem er á svona Þetta er rosalega léleg krem Þú veist, eitthvað aloe vera krem Ég meina, Steinþór Þetta er mjög einfalt Ég meina, þú mjólkar ekki dauða kú sko Nei, ég er að segja að það lítur að vera Hann er búinn að brenna, eina sem hann getur gert er svona aðeins að láta sér líða betur en skaðin er skeður En það er eitthvað snillingur sem að fann upp jógúrtið setja jógúrt á sig Já, ég fekk þannig, ég var með krem sem var svona fast virkar En er ekki eitthvað annað sem á eftir að pottið eitthvað, jafnvel, kjöt eða Og nú er ekki að segja kannski kemur eitthvað Þú verður ekki orðin góður á skallanum fyrir svona viku 10 daga sko Erstu ekki búin að prófa eitthvað annað setja eitthvað annað á hausuna Jó, ég hef búið að setja, ég fóð beint líka hérna í apotek þegar ég kom inn að heim sko ég er með endalust að eitthvað dæmi heima ég var að veistlustýra á morgun hjá Eimskip og það farið í matur með brunasára skallan Þetta er að trenda sko Já, þetta er flott Þú ert trendsetter sko Það er þægilega svona að hitta fólk á degi 2 bara til henni, betur hvað kom fyrir þið maður? Var fólk að spyrja því? Já, þetta, ég fór á giggi á netunni og bara, veist, ég var með derhúðu allan tíman sem var ógæðslega vond, ég bara gati ekki látið fólk bara svona mikið af Íslendingum sjá hausinum En okkur feistur ekki bara mambónum með 5 hatt? Okkur ekki bara derhúð? Hitt er að þetta derhúðan er svo þröng Já, meinar það væri svona, jú, en það er Eða bara Durak Og talandi netuna og það gig það var rosalegt Ég sá stóriðin af þessu Netan er bara, veist, hann er svo góður að fucking syngja en við náttúrulega, þetta er bara besti rappari Íslandssögunar Hvaða location var þetta? Þetta var eitthvað monkey bar átta við ströndina, þú veist örugglega hvað það er ég vissi ekki hvað staður þetta var Já 550 manns og galinn stemming Það var svona stór salur eða? Já, og bara svona stórt svæði og fólk bara fór sér drikki og eitthvað og þetta er jöfur fast með gaman 500, pældi hvað þetta er galið Íslendingar eru 400.000 Neta náði að hendi 550 manna gig á tenni á eyju Geti ímyndað hvað eru margir Íslendingar það Já, þetta er bara Íslendinga eyja núna sko. Já, en erum við ekki búin að tala margóft um að Akkur gigið þið ekki að það? Já, við höfum oft talað að gigga við taka jólarn einhvern tímann Við tökum einhvern tímann giggarna sko En ég er spáð þetta 100% Nei, sko, en er ekki hægt að vera með eitthvað er engin Íslendingur með eitthvað í gangi að það Svali Tenerife-ferðir hann er alltaf allt í gangi að það já, við hittum mér þess að þann kong sko ég er að segja það, þú veist, er minna blöðbarinn, skilur, hann myndi ekki drepa þig að opna eitt blöðbar sko ég var alveg til að með blöðbar á tenni það er líka, við föttum það við Rakel ef við ætlum að fara í eitthvað svona afslupunarferð 2 þá er Tenerife ekki staðurinn því að við náttúrulega hittum Svanþór og Önnu sem var ógeðslega gaman svo hittir alla svo bara mánudeginum þá eru bara Svavar og Danni hárgræslumenn bara komin á sama hótel og við og þeir hatt ekkert að svipa hans í sig þannig að við vorum brútt að borða með þeim Þú getur raun ekki farið til tenni það skiptir ekki máli, ég er búin að fara á hótel á öllum stöðum, ég er búin að fara í Los Cristianos, ég er búin að fara á Las Americas, ég er búin að fara á Adekke Þú getur aldrei sloppið við Íslendinga, það er physically impossible Það er náttúrulega ekki hægt sko en ef þú vilt fá slökunna þá getur þú að fara til Grand Canary Það er ég eitthvað bara 4 Íslinga eða bara eitthvað svona spa-hótel svona eitthvað retreat þá ertu að fara ertu að tala bara að fara eitthvað út í sveit Líka ástæðan fyrir því Steinþór er að þú veist, það þekkir þig enginn á Canary þetta er allt 70+.
veit ekki hvað allt þar sko. Máli er að eins og ég segi þetta Steindi stór hjá eldra liður Sko, máli er að Kanari Lóa, ég lappar hann að manna bara þekki ekki einasti maður sko. Herðu, ég lappaði, er það að tala um Klörubar? Já, Klörubar, hann hétt manna bara einu sinni. Já, herðu, ég lappaði fram hjá hann Og veitu hvað er í gangi þar? Hvað? Bingo Á íslensku Herru, ég labbaði bara hann inn ég vissi ekki nákvæmlega hvað hann var eða eitthvað. Ég var bara, hann er bara niður í miðbæ hérna á enskuströnd standa megin. Vorum ykkur göngutúr, löpum inn ykkur rosa verslunarmiðstöð hérna, fullt af börum, fullt af dæti. Svo heyrum við allt í hennu bara Bjarni 3. Svo heyrðum maður líka svona Byrðu nú græjana stríða okkur svo alveg klassískt íslensk bingo. Og það bara græjina voru í vissinni bara grinnum. Góð regla eða þú ert á tenni og ert að lappina á okkur veitingastaf og kemur bara svona walk-in, er ekki bara að panta. Þú sest niður, opna matseilin og hann er á íslensku, þá stendur upp að labbar út. En það var reyndar út um allt þarna. Það er meira þarna en á tenni. Og það var líka hérna 88 sem sturlaða veitingastafur, hann var komið íslensku. Mér fannst það svona Mér finnst þetta pínu Mér finnst það takki. Ég var svona vel sjoppulegt. Þú veit eitthvað fólki var að segja í mollunum. Þú labbaði inn í eitthvað moll Þá og ég labbaði kannski inn með dóttur minni og hún grípur eitthvað. Þá sögðu allir bara, að vissu bara að vera íslensk. Að vissu allir, pappi borgar. Það var lína. Pappi borgar mikið. Pappi borgar. Krakkandi bara, megum við fá þetta? Ég bara, Þetta er svo kjánalegt sko. Ekki hlusta á hana mann. Þetta er Íslendingur í nótskurn. En það er risa föstudagur í dag 25. apríl. Það er sko úrslega síðasti þáttinn á draumnum. Alheimsdraumurinn klárast í kvöld. Shit. Það voru nokkri sem voru reiðir að senda mér síðasta föstudag. Þá var bara páskadagskrá Stöð 2 og Vistlega þetta inn í kvöld sko. Já, þannig að þetta draumurinn klárast í kvöld. Það er Tindastóll Álftani. Byrjar á honum. Já, svo tekum maður hitta á blúsnum. Afturhelding vann Væks í gær. Við getum ekki skautað yfir það sko. Það var stór sigur fyrir þína menn. Ég var að segja yfir eitthvað. Fólk er ekki sátt í Fossvoginum. Nei, við vorum að hitta upp á Lífa eins og alltaf. Ég sagði yfir eitthvað, það er svo gaman núna. Nú er því að ég fylgist alltaf með bestu. En núna er ég að mæta á leikina. Ég mæta alltaf aðeins á Blikaleikin með Sanna og svona. En núna er bara með Núna ertu all in. Já, við erum bara með sitt lið í bestu. Og Þetta er gaman. Og svo ferðu sko og horfir á allt skilur hérna þegar Rikki þeir eru að fara yfir alla leikina og þú fylgjast með öllu liðunum núna, miklu betur. Að heyra Rikka live í TV tala Afturheldingu, djöfull var það gaman. Þetta er svo mikið Champions League dæmi. Veistu hvað þetta er að gera mikið fyrir okkur? Þetta er stór. Við erum öll að tjúla stuð frá sko. Það var risasigur. Þetta var risasigur í gær sko. Já, líka bara Vestri eru eftir í deildinni og IBVF að vinna. Þetta eru liðin sem að eiga að falla og að vinna maður. Með að við fyrstu umferðinar þá held ég þessi deildi gæti orðið helvíti góð. Já. Þetta er spennandi en eigum að fara yfir þátt dagsins, drengir. Við erum með Þekki það ekki og það er Steinþór Róar sem er búin að henda í Þekki það ekki. Það er rétt, þið þekkist rosalega vel drengir. Skvassið mikið, gólfið mikið og drekkið mikið saman. Höfum ferðast nokkur sem líka. Egin nokkuð góð trún á saman. Þannig að ég er bara forvitin að sjá hvernig það fer sko. Já, ég er til í þetta. Svo er brandarhótt pappa hins Steindi, hann er búin að senda. Hann sendi 10 brandara. Wow. Það er helviti mikið. Hann alltaf að tala um hvað sé að vera erfiðar og erfiðar, svo sendir hann alltaf fleiri og fleiri. Hann er pæli svo mikið í þessu. Hann var að ringi í mig á virkum dögum og helga, hann ringi bara í tíma og ótíma. Drullu kvíðin yfir þessu. Hann ringdi mig, ég var bara úti þegar símtal bara, ég er í vesena fyrir hann byrjar að leita að þessu mörgum dögum fyrr. Ok, hann leggur metnaði. Já, ég spurði hann er að semja líka smá sjálfur sko. Já, ok, ég elska það. Hann googlar ekki bara. Ég hef alveg heyrt það sko, hann er samið sjálfur sko. Hann stefnir held ég bara á sjó, bara háskólabíó. Við erum alltaf að fara að peppa það. Svo erum við með sturlaða staðreyndir og augljósa staðreyndir. Það er stórt. Að því að Rikki ég veit að Rikki hefur Elskar augljósa staðreyndir. Já, þú veist, hann er einn af þeim sem er gaman af þeim. Hann augljósa staðreyndir með risa kompakk í rauninni sko. Það hefur ekki verið lengi. Nei. Rikki, þú ætlar að vera með kortmyndur frekar. Sagður að verður það rosalega hjá þér að þú verður að hafa þér 4. Ég verður að hafa þér 4. Ég gæti ekki tekið út til miður. Ég reyndi það, en þær voru allar svo geggjar að þær verða að fá að slæta. Og ef þið haldið að þeir séu lausir þá það svo sannlega ekki, því að þó að Gilsari segi ekki, þá ætla ég að vera með mína spurningakefni. Það er spurningakefni Rikkarans. Það er bara þannig. Rikkarans? Já. Ekki spurningakefni Gilsarans. Ekki spurningakefni Rikka bara. Spurningakefni Rikkarans eins og Gilsarans. Það er rosalega. Spurningakefni Rikkarans. Það er svona með mínu höfði. Já, ég vonandi
Ekki eitthvað svona Þetta er eftir svona mínu Þetta heitir samt King of Ég er svona heiður gilsarans. Og hvað er King of í dag? Það eru King of Summer, sumardagarinn fyrst í ger. Hver verður King of Summer? En eðlilega spurningar. Þegar síðasta keppni, hún fór ekki það vel sko. Nei, ég hlusta á hana. Steindi gafst upp. Og veistu hvað, ég er búin að fá svakalega mikið feedback á það. Fólk var bara ánægt með June. Það skildi bara að gefast upp á það. Já, bara fólk skildi það. Gilsarinn er sem sagt í kælingu núna. Nei, svo ég segi nú ekki kælingu. Í kælan kannski ekki alveg, en það er stutt í kælingu. Mjög stutt. Þetta er ekki svona gilsara spurningar. Þetta er svona eftir mínu höfði. Ég fíla talandi að það er komið sumar að þá það er rétt rúmur mánuður í stærsta gig allra tíma hér á Íslandi, allavega hjá okkur drengjónum. Við erum með fermingaveislu í höllinni 31. maí og það er heldur line-up. Risa tilkynning. Svo það eru tilkynningar eftir. Já, það er risa tilkynning á föstudaginn eftir nákvæmlega viku, eins og stærsta. Býtu, er það að fara að tróða fleiri minni eða? Já, þetta er Hvað er að frétta? Þetta er alvöru dæmi. Máli er að við vorum að skoða eins dagskrána á þessu. Þetta er, fólk þarf líka að vera undirbúið fyrir eitt. Þetta er ekki eins og að fara, ég ætla að fara eitthvað út að borða og fara á tónleika. Þetta er festival. Þetta er, þú ert að mæta bara í höllina sko. Nei, ég held að tróða öllin sem hægt var að tróða þeir að fara að koma fleirum en það fyrir það. Já, þú sér það sko, Birnir og Hneta, þetta verður snemma og þetta er til eitt. Þetta verður alvöru. Ég held að fólk hafi ekki séð bara þessa tónlistar eins og að nefna spila fyrir kvöldmat sko. Þetta er þannig festival, þetta er bara dagskráin byrjar bara með látum helvíti snemma sko. Já, og eins og ég segja þá munum við tilkynna risa atriði næsta föstudag. Eitt er örugt að þetta lag verður tekið í höllinni 31. maí og þetta lag var tekið hjá King Hnetu smjöri á tenni. Ég er bara þakka fyrir stemminguna sem myndaðist að þetta kom. Þetta lag heitir Hver er sá besti og tryggja ykkur miða inn á tix.is. Þetta er FM 957. Það er hann Guð sem er bestur þegar að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og það er komið að slúðri, drengir. Já, það er slúðri. Já, og svona þegar ég hugsa út í slúður steindi, það er orðið helviti langt síðan þú varst með erlendslúður. Íslenskt? Já, íslenskt. Já, það er mjög langt síðan. Já, það var hendið það. Sko, ég er að opna tölvið, ég geti þurft að kíkja í inboxið og... Já, koma með það næsta föstudag. Viltu lofa? Já, ég að gera það. Já. Big words. Já, lofaðu íslenska slúðri. Já, ég skal lofa því. Því að minna þú ert með augljósari fyrsta sinn í langa tíma núna. Já. Þannig að það eru comeback á liðum en eru tilbúinir drengir í smá slúður. Get ekki beðið. Ég ætla að byrja á, ég verð bara að viðurkenna, ég er engin heitir og ber virðingu fyrir öllu sem hún hefur gert. Það er Kim Kardashian. Og, en þetta er hins vegar slúður sem ég er bara svona, ég veit það ekki. Það er orðið staðfest að þá að remake Bodyguard þar sem að Whitney Houston og Kevin Costner fóru á kostum. Ekki með henni. Jú, það er sem sagt, hún er búin að taka ykkur 3 fundi að upprunalega hugmyndin var að vera með Taylor Swift sem að mér finnst núna svona meika töluvert meiri sense og hreinskilinn, en það er hún stærsta popstjarni í heimi í dag. En nú er verið að ræða við Kim Kardashian að leika aðalhuttur ekki í Bodyguard. Það er þá double pay, það er eitthvað að syngja fyrir hana. Já, nefnum þetta sé það bara á eitthvað annað að hún sé leikona eða eitthvað en ekki sönguna, ég veit það. En byrju, já, en ég meina Whitney Houston söng mikið í myndinni. Já, það var eiginlega pínu bara myndin. Ég veit það, en það sem að gæti verið þá í gangi að þau breytu sig úr og hún sé fræg söngkona yfir hún sé fræg leikona eða frægur áhrifavaldur eða eitthvað, ég veit það ekki. Hver á að leika Bodyguardinn? Það er ekki komin eitt það. Kevin Costner eða? Hann er náttúrulega ennþá going strong sko. Rosalegur ég var að klára bara núna Yellowstone. Já, bara ég ekki sé það. Kevin Costner er rosalegur. Veitu, Yellowstone, er það um kúrikastöfi? Já. Veitu, ég fór á fyrstu myndina, mér varst þú sökka. Myndina, þetta eru þættir Steinþór. Nú, en veitu, hvað mynd var hann um daginn með bíó? Já, ég er ekki múin að sjá hana. Það var líka eitthvað svona. Ég byrjaði að fíla Kevin Costner bara fyrir alvöru eftir þessa Yellowstone þætti. Það er svo svalur í þeim sko. Hann er alveg legend. Ég sko að ruglast, ég er ekki að tala um þætti. Ég fór í bíó síðustu myndir hans. Þá var hann að leika eitthvað kúrika. Og ég var nú ekki alveg seldur á þá mynd sko. Nei, tjekka á Yellowstone, það er gott sko. Það er gott stöf. En vissu þið að þau voru ástfangin, Kevin Costner og Whitney Houston? Það er rosalegt. Það hefur verið svona aðeins betra að okkar besta manneski að byrja með honum í staðin fyrir aumingjanum Bobby Brown. Því líkur ræfið. Býtu, voru þau ástfangin í mynd fyrir utan hlutverkin? Já. Voru hrifin á hvort þau. En voru þau aldrei parið? Nei.
Í miður, Fyrir eins öllu og saman. Blöð sagði, hún betur valið hann Já, Hún kannski Kost- gengið betur í lífinu En ekki Kostnerinn, hann ný fráskilin það ekki? Kevin Costner Jú, ekki, var hann ekki að skilja þetta? Hann hefur nú Ég fíla að þú ert að fylgjast með. Gift sig alveg nokkur svona Kostnerinn sko Já, en ég var með slúður að daginn Hann var að skilja, ég held að það sé rétt hjá stenda Kevin Costner Divorce, ég fæ hérna upp Hann hefur alveg, ég held að sé alveg 3 fráskilin held ég Já Já, Næsta slúður er af átrónu á góði Rikka G R. Kelly Hann er sér sagt En það er það var ekki gott Það er samt slúður af R. Kelly hérna að hann er komin hann er að syngja sem sagt inn á svona upptökur sem eru svo seldar í brúðkaup og ammali og svona, þetta var munið ekki Bara úr jailinu Já, þetta var komið til Íslands hérna, hvað hétta þegar fólk var Ég man eftir þessu Cameo Cameo, já, þú varst á Cameo það ekki? Nei, Ekki? Akkur Það Cameo var út, það kom Íslandsson Já, síðan það kom eitthvað svona Íslands dæmi sem einhverju voru að Var senda ekkert að kaupa kveðjur. kveðja Jú, þér? því miður, jú, Já, alveg, er það ekki? það er rétt Já, ég var ekki að ljúga hann hennu Hendur í, veslaði Takk fyrir að minna mig á það Tók eitthvað kveðið með gallin? Nei, það var ekki eftirspurn En gerður eitthvað Nei, ég bara Ég held að það ekki verið hjá neinu. Nei, ég Og veist hann að ekki maður stuð. skráði sig eitthvað á þetta og Já, þetta dó svo snemma. eitthvað, þetta dó mjög snemma Þú veist, þetta er líka eitthvað furðulegt að fara að rukka eitthvað fólk fyrir að segja Hæ, hvað þetta segir til hamingi með daginn Já, og já, Það var mega furðulegt Manst þetta görnum sem var sérst, eftir hermann af Ed Sheeran sem voru með í stóra sviðinu Já, og hérna, hann er búin að meika það já, Vice var að gera þáttum hann og að brjála að gera hjá honum já, bara svona Hvernig lítur veika hann sem eftir þessum Ha, Hvernig það er lítur hann hérna Ed Sheeran hérna eftir hermann það er hérna En já, það er semst bara líka, það er fullt af fólki að panta þetta frá R. Kelly og fangils þannig að hann fær vist 1 símtal á dag og hann er að nýta þau í þetta þetta Ekki að grínast hann er alveg eins bara Nei, hann er ekkert alveg þú keyptir þetta í stóra Nei, ég sviðinu var svo eini sem keipti þetta aldrei Ég bara er ekki lagið með ykkur fattar það? Auðvitað Það fattaðist þegar hann fór að syngja Nei, það bara fattaðist þér og horfður á hann Hann er samt mjög líkur honum Maður sá alveg, þetta var ekkert Ed Sheeran Er fólk í alveginu bara og Já. hvað er hann að taka fyrir þetta? Það er, fylgdi ekki sögunni En hann er að senda þarna símtölun sín Þannig að fólk getur keift núna bara segjum að sé einhver að fara að gifta sig núna bara hérna á þingollum í dag þá er þetta að kaupa kveðju frá R. Kelly Já, sem er kannski ekkit alveg sterkasta Myndi ekki auglýsa það mikið að ég kett hvað í honum það var ekki gott Myndi ekki gera heldur Hérna, þá er komið að síðasta slúðri dagsins drengir og þetta er ekki merkilegt en það sem er að bögga mig er það er þetta fjölskyldu drama hjá King David Beckham og Victoria Beckham Já, betur hvað er að gerast þar? Þarna Nicola Peltz sem Hún er aftur komin Já, og hún er gift Brooklyn Beckham sem er elsti sonur David og Victoria og það er vist eitthvað hatur hérna milli þeirra sem sagt Victoria og henni og þessari Nicole eða Nicole og svo er það finnst orðið meira því að henni finnst að Victoria og þau hafi tekið sem sagt hlið Rómíó í rifrildum þeirra eitthvað inn, hann er orðin einhver algjör grautur og nú er allt vitlaust að því að þau sendu ekki afmæliskveðju á mömmu sína þegar hún átti afmæli Skammast þetta fólk sín ekkert ef þetta er vandamál heimsins og... erfitt líf að vera rich kid maður Já, spáði því, pappin er búin að skora, hann er Manchester United legend, hann er Real Madrid legend, hann er bara AC Milan alveg legend. legend í fótbolta mamma henn var í Spice Girls aldrei neitt vesen, svo er vesen bara allt út af börnunum já, ég meina sko þau get ekki verið á sama stað og eitthvað þetta uppeldi sem þau að fengi hefur verið væntalega vægasagt skrítið Já, þú veist, bara samt myndi ég halda að þau eru nokkuð eðlileg sko, hann að miða við Já, svona Var ekki eitthvað vesen á honum eitthvað Já, og það var þetta með barnapínu í Madrid, það er rétt Herðu, svo er slúðupakki ég ætla að enda á að raunveruleika stjarnan Khloe Kardashian hefur enn og aftur verið gripin við að breyta mynda sér í forriti eins og Facetune eða Photoshop ég sko, ef fólk hún er ekki búin að gera þetta svo oft en sjáu þið munin hérna þetta er svo tekið úr þættinum og þetta er myndin sem hún sett inn en fattar bara þetta fólk sem er að pikka þetta upp hvað er þetta, bara eitthvað blöð fattaðu ekki að Hollywood-stjörnur breyta myndunum sín af hverju verið að gera þetta er svo old news, heyrðu, það var einhver að Photoshop að mynda sér já ok, er það ekki bara þetta fólk gerir það allan daginn en það er eitt að setja veist, eins og þú
þú bara fær taugaáfall ef ég tek eitthvað vídeo þar og þú bara París Góður punktur. Það eru eitthvað orðið sem þú sagt oftast við mig bara sem við kynntumst Er hann svolítið að vinna með Parísvillin? Ég beðið Parísvillin Hann vil tvöfaldan París, hann vil seiði í París hann setti París von á París þannig ég þarf ofta að ljúga á hann bara herri, þetta er tvöfaldan París Það kom einu sinni upp tvöfaldur París Það kom einu sinni upp tvöfaldur París og þá ég held að fólk getur nú sé hvað að gerast út í hann, hvað kom fyrir mækir ekki, nú verður þú að svara fyrir þetta. Rick er ekki lengur Ég þarf ekki að svara fyrir þetta Ég þarf að setja svo gólfi til að tala inn í hann. Það hluti bara. Herru, það sem ég er að segja er að sko meðan tvöfaldar París blöð til að klára hann aðeins, þá var ég að eiga hræðilegan dag. Já. Væga sagt, ég sagði blöð, þú getur og ég man eftir að lýsingi var agaleg og Okay, en það eitt. Þú veist að blöð, þú veist alveg að það er affekt ef þú ert góður á okkur mynd þá ert þú bara góður. Þú ert ekki að pæla í hinnum. En stóri Ég má bara fara yfir þetta. Þetta var í stóri. En stóri munurinn er sá, þú ert að nota filter versus að breyta myndinni. Það er búið að taka af kinnina hann, nefinu, hökunni, hún er bara búin að breyta andlitinu. Þetta er svo að bera saman epli og appelsínu sko. Ég veit það, en ef króksarinn og mósallingurinn svæpa til hægri einu sinni á París þá hlýtur að vera eðlilegt að Kardashian sé að gera eitthvað aðeins meira. Ég ætla að lofa hlustandi með einu og því að ég veit að ég verð myndur á þetta en það er ekkert langt í AC-ferð. Ég ætla að sækja eitt svona app og ég ætla að breyta andlitun og steinda þegar ég tek mynd á honum úti svona til að síla bara hversu kjáður þetta er. Ég ætla að taka ekki beðið eftir þessu stóri. Ég vil bara eina París. Ég ætla að taka af kinnina nefuna og svo posta ég myndir. Við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan svo erum við að fara í þekki eða ekki Brandarótt pappa steinda við erum með sturla staðreyndir með þessi ég glemt að segja frá þeim augljósa staðreyndir hvernig það er að gera þetta alltaf einum og hálf tíma spurningakeppni Rikkar en svo má ekki klika nei, hún má ekki klika en fyrir mjög auglýsingar fyrst Þetta er FM Bleikur Range Rover hér á FM 957 þeir hlustu FM 95 blöð og það er ekki fullt bátur við höfum Blöndal Steinþór Róa Steinþórsson og Rikki G Ríkard Óskar Guðnason og það er gíra okkur drengir rétt það verðum í stemmingu Sumarfílingur föstu dagur og það er alltaf gerast einhvern veginn er þetta ekki að kikkast inn núna? Jó, ekki er það frá mikið reyndar það hræði með pínu apríl sé að klárast því að þá er stutt í að sumarið er búið nei, hvað er ekki lægi með þig? Sumardagur fyrsti var í gær já, þetta líður svo rætt mér herðu, en hérna já þetta er komið undir svakalegt og ég er að keppa mútið þér já, glöggi hlustendur ættu að átta sig á hvaða liður að byrja núna það er þekkið ekki og Steindi, þú ert búin að hendi 4 spurningar já og ég ekki bara hoppa fram fyrst vilt þú taka brendana fyrst? já það hljóma bara vel ég og Ritchie verðum með aðeins 2 og förum aðeins yfir stöðuna ég tek brendaran er það ekki bara? já, ég er ekki, nú er blöð að trítlaðið nút ég er að finna þetta til hérna bara við strákanir nú er það bara við strákarnir og maður sjá er þetta eðlilegt eðlilega spurningar? já, þetta eru eðlilega spurningar herru, ertu klár? Ég er með þetta hérna þú þekkir þetta náttúrulega alveg það við þurfum ekki að renna yfir leikreglur nei alls ekki, þannig að þetta eru 4 spurningar og ég byrja bara strax á fyrstu ef þú yrðir að velja þér ofur hetju fyrir roleplay í beddanum við tókum þetta dag og hérna, mér langar nefnilega líka svolítið að blöð fái þessa spurningu ég er með nokkra spurningar, smá líka til að bara hefna mín á blöð sko hún kemur á eftir, en byrjum á þessari að þú þyrftir að velja þér ofurhetju fyrir roleplay, þú veist, þú búin að kaupa búninginn og þú vil er það eitthvað furðulegt maður þú vil er það eitthvað furðulegt já, þú ert samt það var aldrei segið lítinn húmor fyrir því sko en þú ert samt alveg góður í þessu þannig þú veist ekki eða svona hérna ofurhetja ég er bara aldrei pælt í þessu þú veist þetta getur verið DC, Marvel já, ég veit alveg hvort það fara sko Hulk já, það verður svona típist Gilsari myndi pottet velja það sko já, hann valdi minni mig þrumuguðin Thor, hann mætti henni sem Thor í búningapartí í blöð sko það var slakast það er hræðilegasti búningur hann kefti það sko á einhverju ódýrastu temúsi sem ég séð sko sko hamarinn var bara eins og á plasthamar já, það var herðu pældi að skilja hann ekki eftir þetta var svo lítill hamar það var bara hræðilegt ótrúlegt að skilja hann ekki eftir heima bara eins og hann mætti líka sem Humphrey Bogart þóttist það kom í einhverjum einum ríkfrakka þóttist það á Humphrey Bogart herðu ég myndi segja bara uppáhald svo þetta mín Spider-Man já The Neighborhood Hero já ég hérna
Ég hef verið mikill Spiderman kall svona í gegnum tíðina Þannig ég myndi taka hann Spiderman kall Já, bara good feelingur og Sástu draumaþáttinn þegar Pétur var í Spiderman? Já Eitthvað svoleiðis eða? Ekki alveg þannig sko Það er flottara. Ég tæki bara svona, þú veist myndi ég gera þetta alvöru sko. Ég myndi hanga á hvolfi heima og kissa svona eins og í frægadrið Tobey Maguire og frúin myndi taka grímuna svona niður fyrir varis gera þetta þá alvöru sko. Hanga á hvolfi Herru, Spiderman Já Þá er það Ég veit ekki á hverju Mér finnst þetta eitthvað svo Sérstætt valsamt maður, Jesus Já, ég bara fyrst sem kom upp í hausum sko. Já, maður bara Þetta er samt ógeðslega Þetta er samt alltaf óþægilegt Það skiptir ekki máli, ég myndi mæta sem Batman Það myndi bara allir hlæja sko. Já, en ég þurfti að svara einhverju Já, auðvitað, en þú ert náttúrulega, ég var að fatta þitt Þú ert í spandex galla Já. Ég fór alltaf inn að hugsa að væri allir málaður Nei Það væri glætt Nei, það er bara galli Herðu, næsta Hún er svolítið dark okay. Hversu mikill fíkill ert á skalunum 1 upp í 10? Þegar nú veit ég veit bara, þú veist, málega er að fíknin er bara raumurinn í þessu stúdíu sko, en þetta er samt svona þetta er víðtæk spurning Steinþór Ertu að tala sko, að þú blandar þessu svolítið saman Þú veist, þá er ég að tala áfengispúkin mennlappin í kasínó eða sæðla sig í gang og spilafíknin og svo er það hvað eru fleiri, þú veist, það er náttúrulega marga fíknir ég meina, kynlífsfíknir eða matafíknir ég held að geta, þú veist, ef ég myndi googla þetta ég myndi örugglega fá 1000 fíknir þannig að ég er svona, þetta er aðalega sko bara svona fíkill í, þú þarft ekki þetta að vera áfengisfíkill, sko, til að svara hátt hérna ég er mjög fljótur að verða háður einhverju það er mjög auðvelt að koma mér eins og núna nú er ég bara fastur í PlayStation 5 í Football Manager sem ég byrjaði bara fyrir 4 mánuðum og ég get ekki hægt getur orðið verið sko tölvuleikjafíkill í dag já ég er að segja það þú veist og þegar ég fyrir golf þá fæ ég þráhyggju þú veist þá var ég helst að spila á hverjum degi og golffíkill já ég er það 100% og ég ætla að hætta að taka í vörina en ég bara auki það við eitthvað sko. Nikotífíkn mikil jú Sefurðu með pokaða? Nei, ég hef ekki farið í það ennþá Nei, það er, láttum við vita á það betur sko. Já, ég myndi segja svona 8 ef ég var alveg hreinskilinn Það er heldur mikið? Já, það er mikið Ég er fljótur að ánýtast svona hlutum en ekkit endilega vondum hlutum Nei, þú ert líka að tala um bara golffíkn það er útivist það er hollfíkn til að vera með myndi halda sko. Ég get líka, þú veist, tekið þráhyggju því ég fer að æfa, þú veist, kannski æfi 2 á dag og svo bara er ég með samviskubit í viku ef ég sleppi einum degi og svona, jú, ég myndi segja svona alveg brútala hreinskilin 8 8 er bara talan, það er bara, hún er komin á blað næsta, hvað getur þú drukkið marga bjóra án þess að sjáu á þér þú veist, við erum að tala um bara að þú hittir kannski, nú ertu bara að fara að hitta ykkur mannesku og, ok, ég ætla að mála bara mynd fyrir núna segjum að við segjum bara í dagdrykju segjum við nú ekkert rosa óalgengt og hérna svo bara, heyrðu, svo þarft að skreppa kaupa þér skyrtu í kringlunni eða þarft bara að skreppa ykkur þarft bara að vera hérna venjulegur ekki út einn við komum ekki með þér að kaupa skyrtu þú þarf bara að halda feysi og vestlina skyrtu sko fyndið þú segir þetta þetta er líka viðtæk spurning af því litunum til ég get drukkið bara 3 litla ég finn ekkert á mér en það finnst bara rosalega lykt út um mér já, ég er ekki að tala um lykt það er ekki að tala um lykt bara sjáist bara á mér já, og heyrist að þú verður að tala engin lykt þetta er bara, þú veist, ég myndi bara horfa á þig og ég myndi spjalla við í smástund svo myndi ég vera bara, herru, ég held að Rikki að bara verið búin að fá sér það skrítið samt að það klukkan er bara 11 á miðvikudegi sko, þú veist, morgun Þú ert að tala með svo staðan er í dag já, í dag fyrir svona 10 árum þá hef ég sagt svona 3 stórir 3 síðir þá hef ég svona sést aðeins á mér í hvernig ég var að hérna, tala og svona akta 3 síðir sterkir já, en svona í dag þá myndi ég segja alveg svona 7 litlir og þá sérða alveg að ég er komin í einhvern ákveðin gýr og eitthvað svona þá veist 7 litlir já. En ef þú ert búin með 6 litla kipp af litlum þá myndi fólk ekki vera eitthvað svona ég held að hann hefur búin að fá sér bara, Nei, ég myndi alveg akta eðlilega sko. Mjög gott Það var síðast að hversu graður ertu akkurat núna Þetta er gilsari mættur Nei, alls ekki Ég ætla bara að beðast afsökunar á þessa spurningu Ég vil bara spyrja auðvitað þessa spurningu
Hann er búin að spyrja hana Þetta er hræðileg og hún er spurning búin að spyrja hana Og nokkur ég einhver ferdu gæi að segja hérna fyrir fram að landsmenn hversu graður ég er hvað á skalunum 1-10 það? Já, þú veist, ertu 7 eða er náttúrulega fössari Hvað akkurat núna það? Já, þetta er svolítið þannig, sko Jú, ég er alveg Hátt uppi. Jú, það er alveg gaman að vera til Ég meina, það voru 14 gráður í gær og var að taka til á pallinum og þú veist, ég er að fara þú veist, bara spennandi tíma framundan og já, þú veist Þetta er svo hræðileg spurning svo. Nei, ég meina, þú bara segir það sem eins og þið líður Jú, þú veist Er smá voru í pungaða? Já, þú veist, ég vil ekki bara segja þú veist, ég hef verið mjög stoltur af þessari einkunn í Árbæðaskóla á sinni tíma, þú veist, ekki bara segja 6,5 6,5? Já, Það er bara þannig bara svona meðal Líklegt þetta lækki eða hækki með kvöldinu Frekar að lækki, sko Það ekki? Jú, Herru, það er bara þannig þá erum við bara góðir Það er átrúlega mér út Það ekki? Það voru að prentarinn á þig og blöðurinn er mættur inn Voru þau nokkuð lengi? Nei Man líður oft eins Já, og það er þetta svolítið lonely við prentaran Já, það er ekkert partí frammi líka Það er allir bara farið til heim, sko Döttin eitthvað Herru, Já, Rikki var helvíti heiðalur ok Ég ætla bara að segja það strax. Rikki er líka sem dýrka mest við hann er einlægur Já, hann var mjög einlægur í þessu Já, Þannig að ég fer bara beint að stað ok Það gerir þetta nú manna best Já, Fyrsta, ef þú þyrftir að velja ofurhetju í roleplay í bara bettanum saman og ég með daginn Ég er með 2 sömu held ég Ok. Sko, af því að ég ætla bara að fá að vita þetta Já, ok Það er bara, Þetta er fólk er að segja þetta út á götu, sko. Þú sleppur helvíti vel, sko. Þú svarar ekkert sjálfur. Þannig að það er fínt aðeins að breyta þetta. Rættu við ekki hans það, maður segja Roleplay, nei, ég var aldrei Batman og Já. ég var aldrei frumugúðinn. Ég held þetta væri eitthvað svona bara hverjum maður fljótastur úr. Þú veist, Af því að maður vildi náttúrulega, maður myndi vilja losna bara við þetta, sko. ef ég kæmi sem einhver ofurhetja inn í Sveinnarbyggið til Rakel, hún myndi bara grenja og hlátri. Ég er ekki að grínast. Já, Þetta er aldrei eitthvað sexy dæmi, sko. nei, en hver væri svona Spawn, jafnvel? Sem er hver? Spawn? Já. Það er ofurhetja, sko. Er eitthvað sköllótt ofurhetja? Já. Til dæmis bara hann hérna, hvað heitir hann, Green Nú eru Marvel menninni brjálaðir, sko. Green Lantern? Nei. Nei, hann er ekki sköllótt. Ég tek bara Ekki hann, þú veist, doktor hérna hvað heitir hann áttum að þessi leikur bara er í hjólastólnum, er sköllóttur. Já, hann er hérna í Ég ætla- X-Men hérna. Já, mástu hvað hann heitir? Já, nei, hérna Viltu ekki vera hann eða? Veitu, hvað heitir hann áttur? X-Men Bold Man. Vá, hvað þetta er lild Google maður. Shit, hann kom allavega. Hann heitir Professor Charles maður. Já, Ertu ekki bara Professor Charles Francis ég tek bara Xavier? Iron Man. Fuck it. Iron Man? Jesus, Já, hvað ég skrítið val. Á ég bara að velja einhvern sem er sköllóttur eða? Af hverju vilur ekki þennan gæja? Af því að það væri stór furðulegt að ég og Rakel verðum að stunda kynli og ég kemur rúlandinn á hjólastól. Ekki að þú ert Professor Charles. Já, hún myndi kannski ekkert vita það. Hann er baller, sko. Já, þetta er líka geggjaða leikar og alltaf. Ég tek bara Iron Man. Það ekki? Já, ég myndi gera gott úr þessu og opna grímun og eitthvað og ég myndi bara hlæja. Iron Man, Já. gott úr þessu, opna grímu. Það varst ekki að skrifa bara svarið. Herru, það var að næsta blömin. Hversu mikill fíkill ert á skalunum 1-10? Við reyndum, ég ætla að reyna hrætt yfir þetta því ég er nýbúin að reynda yfir eitthvað. Við erum ekki að tala bara áfengispúkan og spilafíkn og kynlisvíkn og allt þetta sem fólk veit út með. Já. Ég er að tala allt, sko, fíknin er svo, það er til svo marga fíknir. Nei, ég held Pepsi Max fíkill Já, það er ég, staðfest. og þar hækkar eitthvað prósentan. Já. Þannig að það er ekkert kannski, Vörinn og þetta allt, sko. já, það er ekkert stórfurulegt að gefa sér ágætt sengur þarna, sko. Ég myndi að halda að ég nú rætta. Ég held þeim niðri. Já, beislapúkan. Já, ég finn alveg fyrir henni, sko. Ég Já. segi verið 7. Ég er svona yfir meðalagi staðfest. Ef að meðalagi 5 þá er ég 7 sem er alveg heldur hátt. Atvinnu snáði. Já. Hvað getur þú drukkið marga bjóra á þess að sjáu á þér? Já, þetta tók ég á einhvern daginn. Meðast ágætt dæmi sem við tókur ykkar að þú ert í dagdrykkjum með vinninum og þarft að skreppa eitthvað 1,5 til að græja eitthvað. Já, þetta er bara eins og ég sagði að þú ert að fara á fund með einhverju sem þekkið ekki. Já, það er svo miklu lettar að vera með 3 öðrum sem halda bjór og já, við erum að gera gott úr deginum og stemning og svona. Þú breytir. Þú veist það alveg að við erum nokkuð svipað með þetta. Ég get alveg falið þetta Já. 4-5 allavega.
Alveg Frank the Tank í þér. Já, svona til að byrja með. Þar til ég fyrir yfir móðuna hann sko. Eða fyrir yfir hæðina. Ég hef helvíti gaman að blöð þegar hann er komin svona upp á hólinn maður. Það er skemmtilegur sko. Þannig að orðin stutt ég með reiðu bara. Nei, kannski ekki reiður en brutally honest og eftir svona vúrþblöðar en glittir í því gamli púkin, sveitapúkin sko. Ég ætla að segja 5. 5 myndi treysta mér, Þetta 4 eða 5, ég myndi segja alveg 5. 5 lætarar. Ég hefði gíska á herri tölu hér en ég ætla bara að segja sjálfur. Ef ég komin á 7 þá þetta, allt í einu kikkar þetta inn. Þá held ég get ekki alveg svona fattaru. Nei, svo fer þetta eftir hvernig maður stemtur, sofin og borðaður og allt þetta. Já. Herru, hversu graður eftir núna skalum 1-10? Yes, að fá að spyrja þessu. Núna? Já, akkurat núna. Muninu mér og þér, ég er hreinskilin. Þú segir alltaf 0 eða 1. Það er föstu dag. Þegar ég svaraði ásnum, þá var það bara þannig. Ég var ekkert, það er líka stór fyrirlegt að maður bæta á sig grettustíðum. Já, út af engu sko. Það er ekki töff. Ég er svona fjarki, ég er aðeins undir meðal. Fjarki? Já. Það er samt alveg hundur í þér. Nei, það, 4 af 10. Út fjarki núna, svo getur við velur að fara heim og opna inn að rauða og það skrúast upp í 7 þess vegna sko. Já, stólatin vilna áltan eins og svona, það geta alveg. Þetta skrúast upp sko. Hérna, manstu þegar ég satt hérna 1 með Agli, bara vorum 2 og hann var 9. Það er ógeðslega skrítið. Það er bara stórfurður. Það er bara skrítna sig veitur. Í alvegni, það er bara beyond skrítið. Herru, þetta er komið. Já, Riki. Sér hann okkur? Sér ekkert. Nei, hann liggur hérna, hann var heldur ekki að chilla við prent. Kemur hann? Hann lagðist á gólfið. Já, þetta er nýtt. Fór hérna við skápana. Já, mjög sniðugt. Herru, þá er þetta komið drengir, þetta voru 4 spurningar. Fannst þetta trikk í blöð, verða þarna megin? Já, það er aðeins erfiðara, ég veit ekki hana. Það er ekki? Já. Vel furðulega spurningar. Já, sko, þetta er 3 þarna heldur. Miða við margar, þá er þetta bara ekkert furðulegt sko. Þetta er svolítið. Það er ógeðslega skrítið að spurja karlmenn á 50-saldri hversu graðir eru sko. Hvað þá upp á stellinguna eða eitthvað svoleiðis? Ógeðslega spurning sem að ég tók frá þér. Já, var blöð með, já, alveg, þú sagði. Það er málið. Þessna vildur þú menna. Hey, if you ditch it, you gotta take it. Já. Herru, ok, eru þið klárir? Já. Þá ætla ég að byrja á því blöð. Ég ætla að byrja bara að spyrja þig. Það var sem sagt einhver ofurhetja sem í bætanum. Já, í bætanum sem að ekki myndi smetla sér í hlutverk svona aðeins. Það er góð spurning. Sko, hann er með náttúrulega, þú hefur dýft tánni í þetta. Það er munurinn, hér. Hefur þú farið í ofurhetju? Nei, í roleplay. Já. Þú hefur verið eitthvað minni í því. Já. Ég hef ekki farið í ofurhetju, ég get viðurkennt það. Það var þetta mjög förðuleg spurning. Þú veit ekki fasteignasalan og... Já, múran, en hérna förum í hérna... Bíddu, hvenær var múran? Við skulum halda okkur eitt topic. Nei, bíddu, ekki sverða, ég hef ekki heyrt um múran. Þú veist búin að heyra þetta, það er miljón sem Múraran? Múraran er rosalegur. En þú er aldrei að vera svona... Ég vil auðvitað að sjá þú lík. Ég sverða. En þú er aldrei að vera að vinna í búð eða eitthvað svona. Nei. Ok, stráðar, nú er ég að vera honest. Ég myndi ekki eftir múrara. Ég myndi eftir hann þrann. Er það? En var þá eitthvað í ruggli heima að varstu að múra eitthvað? Getum við bara farið í það sem við erum í hérna? Já, auðvitað. Ég bara að þú varst að múra eitthvað. Það var náttúrulega létt að fara bara neld og svo er eitthvað að múrast. Ég fíla það, þessi hendi. Maður þarf kannski að fara að prófa það. Hérna, ofurhetja, Rikki. Ég held að myndi svona reyna að fara í eitthvað svalan. Já. Ætla að sé ekki... Er ekki Batman svona augljósast svarið? Far ekki allir í eitthvað smá svalt eða? Það fyrir enginn í alveg eitthvað rugg. Ég segi Batman. Batman? Já. Það er ekki rétt. Það er Spiderman. Spiderman. Það eru Spiderman? Já. Og Spiderman. Spiderman? Uppáhalds ofurhetja minn. Neighborhood Hero. Í bara svona nýþröngu galla á hvað allar að vera henda vefið Nei, hún langaði að síga úr loftinu og frúin tekur grímuna niður fyrir varinu. It's been done og það virkar sko. Hvernig ætla þú að síga niður bara íbúðinu? Ég myndi græja það bara, setja ykkur krók í loftið og... Myndur þú nennast um í þessu? Nei, ég veist ekki hvernig ég átt að svara. Þetta eru Spiderman. Þetta er bara, þetta eru þessu uppáhaldsbíómyndina mínar. Tobey Maguire og Kolvi og... Hann myndi og Kirsten Dunst að kissa hann, hefði þetta verið flott í að sagt Bane eða Batman. Þetta er hræðilegt. Ég held að Spiderman ég er ekki að grínast, ég er bara síðasta svarið. Mér varst það neðalega mér líka. Af því að hann er í einhverju náttfötum með grímu. Þetta er svo... Nei, fer bara kaupir alvöru og kaupir ekki Temu Spiderman gala og fer bara á pantar á okkur alvöru Spandex sko. Já, verður það einhvern tíma töff?
Ef þú er í spandex Já. Er ykkur tímar eitthvað af þessu Nei. Svo bara þegar maður kemur herbyggið þá bara En þú fengir væntanlega Myndur vera með þannig að skjóta við En myndur þú ekki láta þá eitthvað alvöru prakkara gera eitthvað system á þig, skilur við, eitthvað fara á okkar vestæði og hann myndi gera eitthvað sem hann getur skotið úr maður þurft að taka tólin þetta var fyrst sem kom við þetta bara uppáhaldsóður þetta minn, þetta er uppáhaldsbíamindin minn þess að sæði bara Spiderman Það væri rosalegt þú væri komið Valdís í vifinn maður En pælti því að því að nú er maður ekki handy heima fyrir Þú veist, ég er bara viðkynna það alveg Ég er farin að bóra pillur og myndir Ég er ekki að fara að setja upp eitthvað krók svo ég ná að síga niður sem Spiderman Ég kom bara með það eitthvað bara, þú veist, bara endur gera eitthvað atriði og reyna að búa til eitthvað, þetta er hræðilegt og ég gist okkar blösaði Nei, við sko, ég vondur að pappi minn myndi til að segja við mig bara hérna, af hverju er ég að skrúa hana krók fyrir þérnu? Ég ætla að vera Spiderman og síga þarna niður og það er erfitt að útskýra þetta þú fær smiðin í þetta sko. En reikandi varna, það er ekki töff svarað þetta er allt mjög meðan Spiderman samt Ég bara hafa ekkert sem kom ég er ömulug Það er ekki hvað sagði Ötti hann Þú getur jafnað Nei, jafnað, þú getur komast yfir Nei, ég sagði Batman, já Blöð Sko, ég þekki Blöð og ef ég þekki hann rétt þá finnst þetta mjög kjánuleg spurning ekki verið með neitt svona reitt svar á höndum en svo hugsa ég núna svona, þú veist að því að lítur pín út eins og Ryan Reynolds í Deadpool vel brunnin og professor Charles Ég veit nú ekki svo hver þetta er sko. Þetta var að hjálpa úr með X-Men Ok, frábært Já, byrju Ryan Reynolds í Deadpool, vel brunnin Já, sko. herðu, það er þetta geggja svar Akkur, ég er ekki að segja neitt Nei Sagði það Það er rosalegt svar Ég segi Deadpool, hvort hann að vera með humor Nei, ég hefði átt að segja Deadpool Það er ógeðslega gott svar Út af brunanum Já, Hann sagði Iron Man Jésús Af því að málega Iron Man er sko með þykkasta hár sér og það er allt öðru sér Bara illa svalur Basically, það var aldrei þetta er ekki hvað þið þekkjum konan hann vel sko. Það var bara, já. En núna kemur það Hversu mikill fíkill er byrja þér ekki, Auðun Blöndal skalum 1-10 Mikill fíkill og eins og við tölum áðan það getur alls konar fíknir bústa tölun upp eða lækka hann eða hvað sem er Sko, ég veit að Blöð lífur aldrei að hlustendum en sko Blöð er stundum að fela henni þunnur sko, ef maður er að byrja okkur í svass sko, þá er þetta að fá pössun sko, þá er hann vel timbraður sko en sko Blöð með svo margar fíknir sko, hann fer svo all in í margt, hann er svo bara þegar hann fara æði fyrir golfi og sko ég ætla að segja þú veist, þetta er bara flip a coin, ég segi 8 Það er ekki rétt, það er sko 7 Og tæpur Ég var að hugsa 7-8 Það er 7 Djöfullastu tæpur maður Ég hefði látt að hafa hvori nær hana Þú getur átt að þannig, svo sem er nær, hann fæði stíð Það er bara gaman að stíðin dætt inn, ég ætla að gera það Hvori nær, hann að Rikki er bara helviti nála það Já, sko, Rikki með einhvern lestur um mig Rikki er alveg vel fíklaður á því sjálfur, sko Að vera fíklaður á því Enda var ég aldrei að fela það hérna á hann Nei, hann er Ertu kynlífsvíktur í? Nei, mjög langt frá því Því það er svona Það er króknum með margar aðrar út af Spidermannum með En ég man, þú er montaðið á því að þú ert fastur, eða ekki? Fastur En ég Guð minn almáttugur. Ég ætla að segja Eru þið tveir að tala um það í skvassum? 7 Nei, ég ætla að segja 7 Djöfull Sagði hann 8 eða? 8 Það er jafntefli Ég ætla samt að gefa ykkur báðum stig Ok. Það er stemning í því Já. Þannig að það er núna Ég sagði 1-1 að það var sam og ég Já, það er 1-1 drengir Ok Þá förum við yfir í næstu Hversu marga bjóra getur þú drukkið á þess að sé sýnilegt á þér Þetta verður aðtilsvært Þetta verður mjög athyglisvert Og ég ætla að byrja á þér Blöð, hvað sagðir ekki? Ef hann er hreinskilinn Já, nú sko, Það er tök það fram Þú veist, ég ætla ekki að hjálpa þér Nei, en fórstu í eitthvað svona Ég hef skánað eitthvað svona eða Ég sagði það vissulega Sagður það? Já, þetta er búið að breytast töluvert Æ, Rikki Frá þú vorum í Búlgari Ég vissi þetta. 2016 Ég hef skánað, hvernig vissi þetta að koma hér? Hvað meinar þú með því Blöð? Hvað hefði þetta verið þá? 2 Já, 2 Já, og ég sagði það við þig Ég var alveg hreinskilið með það þá, sko Já, en ertu á, ok, það sést aðrið til 2 En þá ertu kannski svipaðar frá 2 upp í 6
Eða ertu bara Nei, fyrir 10 árum með ég drukki 6 á bara ofurölvi sko Er það málið? Já, Hann drakk eins og 4 eða 5 bjóra fyrir pílun og hann var dauður fyrir utan rauða já, við erum ekkert að ræða það neitt Ég man eftir og varst smá hænuhaus sko Ég var það sko, var það Já, Þannig það að er þú sagðir kostur Þannig að þú sagðir að þú er skána Ég ætla að segja þér ekki, það er kostur Miklu þægilega að geta fengið sér 2 bjóra og fundi á sér Stæðan fyrir að vera stórt í hotnæri og drekka 13 Ætli Rikki hafi þá ekki reynt að ljúga okkur og hlustundum hann sé svona helmingi skári í dag og sagði 4 4 Já Rétt svar Það er ekki rétt Rétt svar er 7 Ertu eitthvað bilaður? 7 það er mikið Ertu eitthvað Það rugglaður? er margir Rikki? bjórar Frá 2 upp í 7 Hvað er að þér? Ertu eitthvað rugglaður? Ég er ekki eins og að grínast núna, ég er bara hálf reyður Veitu, hvað meinar þau? Ok, hefur ekki komið hitt, svarið mitt hefði verið 2 Þú að fara á fund með einhvern sem þekkir ekki eftir 7 bjóra 7 litla light Rikki 7 litli light Hvað er það margir venjuleg? 3 Já, Síðir það er svona 3,5 Já, myndi ekkert sjást á mér Þegar þið hugsaðu bjóra Ok, þú myndir standa á fundunum að reyna að kæla þér eirun Ég byrjar á því reynda núna Já, Búið með 4 sko bara því líka bulli Ok, ég byrðist afsökunar Ok En Ritchie talaði að maður verið búið með 4 núna Ég hef aldrei fattað það Nei, en hann er byrjar að Ég kæla veit sér að, eirun þú veist, ég get ekkert gert það því, sko Ef ykkur myndir spyrja mig meira, þá myndi ég bara segja, heyrðu, sól eða Ok ok, kannski verður þetta of Laka til að fara í næstu Ég er bara I believe you Hérna, já, kannski ég mátt lækka þetta um svona 2-3 kannski Já, bara max Ekki mikið meira en það En hvað segir Rikki Hvað sagði blöðan það? Blöð getur reyndar drukkið á sem að sjá á honum, sko Sko, ég hef nú alveg verið með blöð og þú veist með að, sko, ég er bara eins og í Búlgaríu Já og ég er kannski búið með 5 sko í hérna golfkartinum sko Já. og hann búið með 6, það er bara eins og hann verið í kaffi Já. og ég er svona farin að ráfa eftir golfbreytinni sko Blöð gæti alveg tekið ísil í 100 tíma vakt í AC þegar súrefninu er hleypt inn Já, blöð þúlir heldur vel sko en svona á þess að sjáist á honum ég ætla að segja blöð, hann hefur kannski sagt eðlir tölu, hann hefur örugglega sagt mína tölu, ég ætla að segja 7 5 Já, ok, úps Þú varst í 7 Þú tekur 2 óna það og fer á fund sko. Ég er bara hreinskilinu Það er ekki að drekka 5 bjóra Þá er orðið helviti erfitt að Ég skeit hana Ég ætla að baka ykkur báður Ég held að blöð sé að skjóta og fá hann Ég er sammála því, blöð maður fór ofar sko Rikki En ég var að hugsa stóra, bara á krana Nei, ég var að hugsa um alltaf litla læt Já, þegar maður hugsa um bjór í dag þá hugsa maður um bara gull, light, dollun Ég var ekki að hugsa um 0,5 á krana Ok, ég skal gefa það, ef þú var litli þá meikar þetta meira Ég sens held að hefði átt að viksla svörunum ykkur Herru, ok, þannig að það er 1-1 ennþá Þetta er rosalega spenna, drengir Og við erum að fara Er það 0-0 eða? 1-1 Jú, 1-1, það er skemmtilega Og við erum að fara í síðustu spurninguna sem er grettu spurningin 1-1, hvað er 1-1? Við vorum báður jafn nálagt, það voru stig fyrir að vera næst Já, frábært Þannig að ég ætla að spyrja ykkur, drengir Ég ætla að Búið með spyrja 4 bjóra núna, mannst ekki spurningan Já, ég ætla, já, Rikki En þú ætlar að taka 7 bara og hitta eitthvað á fundi sem þú þekkir ekki neitt Þetta er bara mesta rugg sem ég heyrt. Já, ég hljópaði svo með það Ok, ég ætla að byrja á Rikka Ok Hvað sagðir ekki? Já, blöð, þú þarft að koma með þetta Og þetta er líka bara hver er nær Já, Þetta er bara ok. upp á, það kemur sigurverið Ég segi að Rikki sé solid 6 núna Solid 6 núna Og við ætlum ekki að staldra við þetta Við fyrir bara beint yfir Rikka Hvað sagði blöðurinn að það? Sko, blöð er mjög feiminn þegar kemur að grettu og kynlífi og þar fram til göttunum sko. Heiminn, hvað með Já, svona ekki mikið að opna þið sko Það skrítið samt að vera á eitthvað Já, mikið og ég verið að opna með það Já, mætti vera opnari En þá erum við að tala sko Svo verðum við að taka inn í að hann alltaf var að koma úr sólinni og Já, sko, spila margt inn í graður akkurat núna hann er brendur á skallanum Já, maður líður alveg ekki sexy með bruna sár Er núna með aloe vera á honum sko, það bara glóir sko Ég er ekki með aloe vera, ég er með krem sem við hefum apotekki Hvað er með svarið? Ég segi 5 Shit, hvað þetta er tæft maður Ok, blöð sagði fjarki Fjarki? En það munar bara einum hjá þér Það munar bara einum Hvað sagði Rikki? Og Rikki Hann sagði 6-5 Þannig ég er næst Og þú vinnur með 0,5 Og hann tók inn í það að það væri Hver er fjarki? Þú veist, ertu testalaus eða, hvað veist, fjarki? Nei, sko
Bara á föstudegi hérna í útvarpinu með ykkur. Hvað á ég að vera yfir meðalgraðu núna? Ef að meðal er 5. Ég var ásum daginn þetta sko. Já. Ás? Steinn sagði ás og svo sagði 0. En Egill sagðist þeirra 9 sem líka helviti skrítið sko. Miklu furðulegra, hefði við ætlum eitthvað að fara að rýna í þetta. Þetta allt stór furðuleg svör. Herðu, þetta var skrítnasta spurninga en þekki ekki, já. Þetta var góður sigur. Þetta var tæpasti sigur í sögu, þekkið ekki. Við skuldum auglýsingar og það verður löngu síðan. FM 957 Nýtt frá, King Herra Hnetusmjör og svo er okkar besti maður Kristmundur Axel hérna með honum líka alvöru svona sumar slagari. Stjórn, Geggjalag. Sólin með þeim meisturum styrla líka. En sko, það er eitt núna sem ég verðilega tilkynna sem ég glemd að gera í byrjum þáttar. Því að þið þekkið einhvern í kringum ykkur sem að tók þátt í Pepsi Max leiknum að reyna að vinna 2 miða á meistaradeildina með öllu innifalli. Og Pepsi Max proud sponsor í blöggastinu og þetta er einhver rosalegasti vinningur sem ég séð. Því að það er allt innifallið hérna. Þetta er far frá flugvellu hérna í Munich upp á hótel, frá hótel upp á leik. Þetta er VIP 2 miðar á úrslitaleikin í meistaradeildinni. Svakalegt. Það sem við erum að fara að gera í lok þáttar er að við erum að fara að hringja í sigurvegara og það er búið að draga hérna í röð. Þannig að ef að sigurvegarinn þess að verður að hringja í beinni ef að sigurvegarinn svarar ekki sem er efstur á blaði þá er hann næsti. Þá hringjum við næsta. Helviti þreytti að hann svarar ekki maður, segja hún. Geturðu ímyndað þess? Þetta er mistað stór vinningur. Mistað 2 Þóttu hafði ekki eins og bara áhuga á fótbolta. Skiptir ekki máli. Þú varst bara farin út á upplifun. Þetta er bara Pepsi Max að bjóða all in. Þetta er reyndar örgulega allt fólk sem hefur áhuga því að þetta var þannig leikur, það er allir að reyna að vinna þessa 2 miða. Já, þannig að það er, ég fann að vorkenna þeim sem við ringjum í að við svar ekki. En þetta er í lok þáttar. Úrslita leikurinn er á fucking Allianz Arena sko. Já, og það er ekki neitt að við tökum ekkert ágrísu. Fólk verður bara að vera með síman. Þetta er bara, við erum að fara eftir reglum. Fór á Allianz Arena síðasta haust. Þetta er flottasti leikangur sem ég kom á. Já, hann er rosalega maður. Þetta er alþjóðlegu leikur. Þessi leikur er í gangi út allan heim. Þannig ef þið þekki einhvern sem fór inn á pepsimax.is og skráði síðan að leik að þá kannski látið vita. En Rikki, þú hendir í hvort myndur freka fyrir okkur þegar? Rétt. Farið það? Jú, þetta eru ég gæti ekki tekið út. Ég ætla að vera með 3 en þetta þurfa að vera 4. Já, og það er að vera það rosalegar hjá þér í dag. Þú gæst ekki Það eru mjög góðar. Rosalega kannski fullt djúpt í ára en tekið en bara góðar. Já, hún sagði það þetta ráðan. Ok, hvort myndu freka drengir að Outbreak bíómyndin myndi raungerast í heiminum eða Walking Dead þættirnir? Outbreak frekar. Outbreak Frekar að sé komið bara svona eitthvað COVID geðsíki hérna aftur heldur en að séu bara. Nei, sko, þú getur ekki aukt fólk á eftir mér að reyna að býta mig, sko. Það er langt sér ég sá Outbreak. Þið hafið séð Outbreak. Já, Outbreak-appinn. Outbreak-appinn, sko. Svo eskuleitast þetta, sko. Já, en var fólk byrja hræðilegu dauðdagi, sko. Var það að glefsa í hvort annað eða varstu bara? Nei, það var enginn að glefsa í. Nei, alveg veira og dóst mjög kvalafullum dauða, sko. Já, fegstu rauð augu, byrja að líklegast að blæða úr þeim. Þetta eru 2 hræðilega kostir, sko. Já, sko. Ég held samt ég myndi alltaf. Steindi, þú ættir aldrei breykað að vera Walking Dead. Þú náttúrulega hleypur ekki rætt. Sko, málið það. Ég nefnilega er búin að horfa á mikið af zombie myndum. Og ég er zombie fan. Ég hef gaman af zombie myndum. Og gaman af zombie bara öllu tengdu. En þú myndir aldrei lifa það. Ég er búin að, jú. Ég held reyndar blöð fljótur, sko. Já, en ég er bara svo mikill auðmiki. Ég myndi sjá bara nokkra fjölskyldumeðlum yfir að búin að bitna. Ég myndi bara, ég skal bara join ykkur. Ég nenni ekki. Ég myndi ekki nenni að vera einhverjum felum eitthvað starf eitthvað kjafta ekki. Ég er kannan að fá Outbreak veruna. Já, ég takk ekki. Heldur þreytt, sko. Það er bara svo mikið vesen að vera standi í þessu með krakkana, sko. Vera með fjölskyldun að þvælast eitthvað staðar í þessu. Þú veist, ef þetta væri bara, við 3 erum að fara. Það er bara ráfa bara Nei, ég segja við 3, eða kemur núna einhver zombie pláa hérna. Já, og við væri bara 3 ballausir, þá getur við verið bara, við erum bara, það er svo mikið vesena með 2 lítil börn í þessu, það er algjört auka, það er svo mikið auka álag. En hvað gerist með zombies í þessum þáttum? Deyja þeir? Ég man ekki eftir einni myndar sem er zombiearnir einhvern veginn urðu aftur mennskir, sko. Þvælast er bara. Ég ætla að breyta staðinu minni, ég ætla að taka zombie og býð eftir cure. Já, ég held bara að koma ekkert cure, er þetta ekki bara. Það er meiri líkur allavega. Þá getur verið bara í zombie mode. Hvað tekur þú? Já, þú veist. Drosalega sóttrættu Steindi, sko. Það er ekki meika Outbreak veruna, sko. Nei, svo snýst þetta líka sko, hvernig zombiear þetta eru. Eins og til dæmis í 28 Days Later voru þeir heldur ruglaðir, sko. Já, og líka í Last of Us, sko. Herru, svar. Ég hugsi velja Outbreak. Tekur Outbreak? Já, ég ætlaði hann, ég hætti við. Herru, nummer 2. Hvort myndu við freka drengir
þurfa að berjast í hringnum við Prime Mike Tyson og þurfa að vera allar 12 lóturnar sama hversu í mikið draslan lemur ykkur. Þú ert basically að spyrja bara hvort ég vilja láta drepa mig. Nei, en að rótast í fyrstu. Já, þau þurfa að klára samt allar 12 lóturnar. Hann kannski rótaði og svo bara vaknar og svo bara hægða fram. Það var bara dauður. Rikki, þú ert að spyrja hvort ég vilja láta drepa mig. Já, en hann sko, nú ég fellow boxer. Ok, ég skal breyta þessu. Berjast við Mike Tyson á Prime-un hans og ert að þrauka eina lótu 3 mínútur og þú veist, þú þarft að klára hana. Ég myndi bara hlaupa og snúa baki og eitthvað sem má ekki. Já, ok. Hann mátti alls ekki í boxi, sko. Eða tala eins og hann til æviloka. Góð spurning. Já, ekki með bestu röddina, sko. Sko, ef þetta ein lóta Þetta er ein lóta. Annars varst að spyrja bara hvort ég vildi láta drepa mig. Já, ok, ég segi eina lótu her, en þetta eru 3 mínútur, það eru lengi að líða, sko. Hann er fljótur að ná þér, sko. Ég hef helviti gaman að Ég er að tala Prime, sko, 88-89 Tyson, sko. Ég hef helviti gaman að nútíma freðnum podcastara Mike Tyson. Djöfull eru fyndir rílstundum. Hann alveg, þá hann búin að reiki einhverja helviti stóra jónu fyrir Hann hefur by the way kýlt mann út úr hringnum. Já, og það höggþungur. Það var ekkert eðlilega höggþungur. En ok, ein lóta versus að þið eru að sanda eins og hann bara til æviloka. Já, en þú veist samt að segja að maður það bara taka áhættuna sem því fylgir að fara inn í hring. Já. Ég myndi fara inn í Ég myndi alveg lifa, hann með boxhanska, sko. Ég myndi máli að Þetta svo höggþingst í allara tíma. þótt ég sé að fellow boxer. Steindið, þú búin að hefa box í 4 vikur. Já, fellow boxer, sko. Þá myndi ég samt segja að það væri þú veist, ekki alveg garantít að þú lifir þetta rótök af, sko. Ekki Prime Tyson og þú með henduna niður. Ég er að tala 89 Tyson. Já, ok, ég tek það samt og bara ein lót og ég reyna að hlaupa brum. Já, 3 mínútur til þess að bjarga lífinu. Ég myndi gera það líka. Ok, herðu, nummer 3. Hvort myndið frekar kúka með munnunum það sem eftir væri eða láta einhvern ókunnan kúka upp í ykkur einu sinni í mánuði það sem eftir væri? Var þetta eina þeim sem gast bara með ómögulega kvötta út? Þessi hefði alveg geta farið, sko. Þú ætti bara að vera alveg hinskilin. Þetta er ekki eitthvað sem þú varðust að spyrja. Þetta er svo gott, sko. Barðist fyrir 4 í dag, sko. Ég elska þessa spurningur út þessi. Þetta var síðan spurningin til þess að var út. Fyrstu 2 voru fínar. Þessi er kúka með munnunum. Já, það sem eftir er. Eftir eða láta einhvern kúka einu sinni upp í mig. Í mánuði, einu sinni í mánuði. Þetta er mjög létt. Einu sinni í mánuði? Kúka með munnunum. Það er inn á klósett, það sér það ekki. Hvernig ætlar að skeina það er ógislegt að skólan. Mér finnst nú bara nóg ógislegt að æla, skilur. Þú veist, það er guppupest og ælir. Það er náttúrulega ekkert ógislegt að fá bara eitthvað ókunnan til að skýta upp í. Það er bara kósi. Það er bara Þess vegna er þetta létt svar, sko. Nei, þetta er ekki létt svar. Þetta er ástæðan ég elska spurningu. Er ekki skárra að þú sett að þrífa þinn eigin saur heldur úr einhverjum öðrum punktur, sko. En eini, sko, munurinn er að þetta er samt vesen alltaf. Já, en blöðurinn hægir sér einu sinni í viku. Nei, jú. Einu svona takkja þetta fresti. Já, juniorin er kannski 2 ára dag. Já. Sem er eðlilegt. Já, og þá er það miklu erfiðar fyrir mig að fara inn á bað og æla kúk 2 ára dag meðan þú getur bara verið slagur. Það sér það ekki. Þú ert bara þægilegu dagur í dag. En hvað, notar það þá wet vibes bara upp í þig? Þú veist, hvernig myndir þú? Ég myndi bara vera með eitthvað skól og eitthvað sóttreinsi drasl og bara tannbursta mig. Ég væri alltaf með eitthvað kitt á mér. Ég væri svona svo pappan Steinda í útlöndum. Ég væri með svona póka utan á mér. Bakpoka? Já. Hann er alltaf með bakpoka. Og hvílir hendurnar á sér í honum. Lætur það hanga í pókanum. Þetta er létt. Ég er ekki að láta neitt skýta upp í mér, sko. Ég myndi gera það, sko. Myndi láta skýta upp í mig? Nei, ég get það ekki, maður. Ég myndi fara elda blöðar. Já, ok. Það er megasens. 4. Ég myndi svelta mig samt. Ég myndi fara að borða heldur lítið. 4. er athyglisverð. Hvort myndið þið frekar? Enda í mesta hláturskasti lífs ykkar í jarðarför náins fjölskyldumeðlims í tróðfullri kirkju. Eða það næst vídeo af þér að hæja þér utan dyrra sem fer í fjölmiðla. Hláturskasti, sko, ég myndi til dæmis fá hláturskast bara í jarðarförinni hjá blöðarnum. Já, þú veist, bara náinn fjölskyldumeðlims. Þetta er sorgleg jarðarför og þú bara endar í geðisræninga hláturskasti í tróðfullri kirkju. En það gerist alveg, sko. Sorgin er svo mikil að það er bara, þú ert ekki að reyna að hlæja, sko. En svo finnst óþægilegt samt, sko. En svo finnst mér ekkert hræðilegt að það nást eitthvað vídeo af mér bara þjóðutíð. Já, eitthvað svoleiðis. Þeir bara fram á djefa, allir búin að glemja þessu 2 daga. Já, þú veist, ég ætla leiðilegt að vera verðan fyrir utan húsi hérna að skýta, hvað þreytt. Hann sagði bara einhvers stað bara. En ég held að fólk myndi samt skilja bara, ok, he really had to go. Já, ég held ég taki það bara.
Og hitt var aftur Sláturskastan Í jarðaför náins fjölskyldumennus mér finnst það ekki það erfitt. Nei, ég er alveg sammála sko. Það er Mér finnst hræðilegt. hvorugt eitthvað rosa Það erfitt meina Nei, ég sko Það fer rosa eftir, sko, nei, veistu hvað Ég ætla að gera það, ég ætla að hlæja bara Í brúkum, í jarðaförni Já, það er bara fínt að losa þessum og það er ekki við það það betur Ég tek það eiginlega líka En mér fannst þið hitt ekkert svo hræðilegt heldur Ég meina Sveppi gerði það bara í síðasta þætti Já, í draumnum Talandi um drauminn, síðasti þáttur í kvöld klukkan 19:00 Það kemur í ljós hverjir unnu alheimsdrauminn Þátturinn er 50 mínútur Já, þetta er bara svo bíómynd Það er ekki beðið Lang lengsti þátturinn en hér kemur eitt gamalt og gott FM 957 Þetta er alveg lag, gamalt og gott hér Dead and Gone, T.I. og Justin Timberlake Hvað er T.I. í dag? Hvergi Það er langt sem að koma eitthvað frá honum Já En annars erum við í þrjusu gýr hér drengirnir og erum að fara í nýjasta lið FN95 blöð sem heitir Brandarátt pappan Steinda Senior Slær og létta strengi ef ég man rétt Já, maður sjá Ekki nafnið á sem Senior Slær og létta Jú, Brandarátt pappa míns Senior Slær á létta strengi Giskaðu á pönsla Pönsla, já. Og þeir eru saman lið, drengir Já, þú við, tættir og þú hlustur aldrei Já Ég hlust aldrei, ég hlust ekki Það er miklu skemmtilega að fá þetta hér Já, Herru Eru þið klárir? við erum Þetta þetta er 10 brandarar Já, þetta er svona eins og ég sagði í byrjun þáttar að það er mjög steikt að hún finnst þetta alltaf erfiðar samt er hann alltaf með fleiri og fleiri brandara Já, þetta er allt saman spes En hérna og Það er svona eftir- listamæður í honum Já, og eftir spurningkefna Eftir brandarhóðni Já, Þá er ég með tilkynningu já ok Og hún er stór, ég glemdi, ég ætla að segja þetta í byrjun þáttar Ég er með stóra tilkynningu Var það að setja að fara að fá þau strípur eða? Nei, það manstu hvað það var Jú, skrifið það var lélega tilkynning Þetta er alvöru tilkynning Ok. Fyrir allavega ákveðin hóp Já. Herru, þá ætla ég að byrja Brandarahóðn, pappa minns byrjar svona, drengir Boksari spyr þjálfaran sinn, heldur ég geti unnið þennan bardaga? Þjálfarinn. Boksari spyr þjálfarinn heldur getur unnið hennan bardaga Boksari spyr þjálfara Þetta er það hægt að gíska á eitthvað Gískar heldur ég geti unni hennan bandara Það er 11 sekúndur eftir að fælum að spila eitthvað lengra Nei, þá sagði þjálfarin eitthvað Kannski var þetta ekki Það er að spila einu snenn Já, það var líka eitthvað smá þoklum allir í byrjun Boksari spyr þjálfaran sinn, heldur ég geti unnið þennan bardaga? Þá var hann Þjálfarinn. Ok, nei, þetta er þá þjálfarinn eitthvað að tala um að hérna að þú vinnur ekki rifrildi við kona, ég veit það ekki Já, ég var að hugsa þetta saman Já, Já, eitthvað þú vinnur Vinnur ekki rifrildi við konur Já, eitthvað svona ok Alveg öruglega, ef þú heldur á hún að veifa höndunum, verður svona, sorry, sleppa þessum. Hæ? Þess er þetta heldur góður í hún Hvert var hann að fara með Ég var þetta pælið líka Ef þú veifar höndunum svo Það er ekki að hlusta á það Ef hvað það er með þetta bara í heim Boksari spyr þjálfaran sinn, heldur ég geti unnið þennan bardaga? Kann ekki að eyða útbörundur Þjálfarinn. Alveg öruglega, ef þú heldur á hún að veifa höndunum, verður svona, sorry, Hvað er að gerast þess? sleppa þessum. Herru, ok Þetta skal voru hvernig mist ekki eyða- Já. Fyrir mér næsta Já, næsti Boksari spyr þjálfaran sinn, heldur ég geti unnið þennan bardaga? Þjálfarinn. Ok, það er að segja að þú ok, veifar höndunum eitthvað Að veifa höndunum, ok Hann er búin að gefa vísbendingu Já, það er nýtt í honum Veifaði bara höndunum við loku augun og segja hvað gerist Það getur ekki verið Já, ok, ef að það er pönslunni Ok, Þá getur þurft að skoða hennar lið nei, hann er miskaldur eða heitur Alveg öruglega, ef þú heldur á hann að veifa höndunum svona, verður hann komið með lúnabólgu í lok næstu lótu. Lúna, já, nei, ég læst Ég næðis ekki Já, er það í lúnabólgu? Er það ekki þá bara að kemur svo mikið rók með höggunum eða? Nei, lúnabólgu Það er fyrir mig næsta Já, það ekki Já, hann er að byrja að kalla Máli er að við náttúrulega erum að fáta Það er ekki gott. Við erum að fáta svolítið kallt þannig En sko síðast er að við hérna vissum Föttuðum ekki, ekki. já þá fekk ég frá fullt af fólki bara, hvernig fattið þið ekki Já. Þannig að það eru kannski einhver að hlusta sem að við erum bara of heimsku En ef þú ert að sveifla höndunum á fullu Já Af hverju það er, og hittir ekki neitt Kemur bara fullt af vindhöggum Nei, mann sé að meina bara að þetta er það ólíklegt að jú, þú getur unnið ef maður fær lúnabólgu Veist, og þá kannski vinnur, ég veit ekki Við náum ekki að bjarga þessu mikið Nei. Ég ætla ekki að gefa þessu háa einhvern En þótt þetta sé bara, þú veist, þetta er blóðfæðin sko. Ég er bara að vera heiðalur Þetta var ekki gott Nei, á næsta Læknir, mér líður eins og bjöllu.
Læknir, mér líður eins og bjöllu. Nú veit maður ekki hvort það sé verið að tala dýrabjöllu eða fólksakambjöllu eða einhverju skordýri. Mér líður eins og bjöllu. Ég hugsaði skordýrið. Já, ég ætla að segja á, ég ekki bara. Viltu það ekki bara fljúga í burtu? Nei, það bara ekki íti í þig eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, íti aðra stað, það bíllinn. Nei, bara eins og ít og dýrabjöllu, ég veit það ekki. Fáum bara. Ok. Hringdu bara ef þú skánar ekki. Já, þetta var þannig björn. Jesús. Dýrabjalla. Já, þessi var alltaf lægi. En við líðum svo bjöllu. Nei, það var ekki alltaf lægi. Bara ef þú skánar ekki. Rikki, þetta er pappans þetta. Já, ég veit, topp maður. Já, þú sett annarkvæður brúðkabinn á landinu. Þú getur ekki bara að setja á einhvern háan hest. Nei, þú veist, ég elska seniorinn, en vel kaldur núna í þessum fyrstu tveim. Málið hann hittar alltaf upp, sko. Ég fyrst átt á hverju einust að það aldrei verið svona slagt Jú, hann endar á bombu. Já, ok. Hann byrjar stundu kaldur. Af hverju hrekkur alltaf í kút þegar þú heyrir bílnema staðar? Rekkur alltaf í kút þegar þú heyrir bíl nema stað. að rökku í kút. Það er náttúrulega hann hefur verið með hennan áður að maður dettur út fyrir eða eitthvað og maður reyna að bræða í kút. Býtu, hans að af hverju rekkur alltaf í kút þegar bíl nemur staðar? Já. Er ekki að þegar bílstjórinn öskraði bö og rökk hann í kút? Já, það er That's a skurri skessis enni held ég. Bíllinn öskraði bö. Já, bílstjórinn öskraði bö. Það var blandarans reka. Kona mér stakk af í síðustu viku og ég er svo hrættur hún kom aftur. Þessu var þetta. Þessu var góður. Þessu var Þetta var Ricky's Alley. Já, þetta kunni ég að vita. Þetta er svo góð Adam Sandler mynd þegar ég er í bíl og leiðinni. Ég kunni að vita þetta. Já. Það var ekki til að hafa frún aftur. Nei, hann er verið með þannig brandar áður. Já, hann er vinnið mikið með það grín. Já. Næsti. Ertu gift? Nei, ég er Nei. Ég var ekki byrjað. Já, sko, ertu gift? Nei, ég er hamingjusamlega skilin. Myndi giska á. Ertu gift? Nei, ég er hamingjusamlega skilin. Það gískaðar á pönsla. Og ná einum. Vel gert blöða. Hann er að vinna mikið með svona skilnaðagrín. Já, þetta er reyna að segja eitthvað. Nei, ég held þessi bara glöð. Held ég áfram. Ertu giftur? Ertu með giftingagrín? Ertu giftur? Nei, er það ekki bara Já, saman? áðan var ertu gift. Nei, ég var... Er það ekki sami? Nei. Ok. Ok, þá byrjaði eftir þetta. Ertu giftur? Ertu giftur, hann heldur áfram með Þetta þetta. er bara sama, ég er hamingjusamlega skilin. Er þetta ekki sami það? Já, og prófaði. Er þetta ekki sami að voru með? Nei, ég var fyrir bíl. Hvað meina? Keyrði konan þá á hann? Ertu giftur, legi varð fyrir bíl. Ég er ekki annað þessum. Hvað er þá konan að berja? Ég veit það ekki. Helvítið er hann komin darkmaður. Já, eitthvað sem er glóður Já, varð fyrir bíl, ertu giftur? Ég veit það ekki. Já, ok. Hann er vel dark í dag, maður. Nei, einn dark. Af hverju glápir hundurinn svona á mig? Af hverju? Vafðist þetta tunga tönn? Það kemur það. Af hverju glápir hundurinn svona á mig? Af hverju glápur hundurinn að glápa á þig? Vandalega, ertu kannski með eitthvað, lítur út fyrir eitthvað, ertu með eitthvað bein eða... Já. Það getur ekki. Þú ert með opið bein. Ertu með bein í nefinu? Já, ok. Ætlaði þessi ekki að því að þú vorst að borða disknum hans? Þessi er góður. Ég var ánægð með Hann er að hitna maður. Alltaf þegar mann heldur hann sé að missa þá bjargar hann sér. Já, hann er sjóðaðina. Það gefur næstu 4 eftir, sko. 4 eftir? En þeir eru stuttir. Hundurinn þinn gelt í alla nótt. Hundagrín. Hundurinn gelt í alla nótt. Hundurinn gelt í alla nótt. Já, kóttu bara með bensi. Þetta er erfitt. Já, það er allt í lagi. Hann sefur á daginn. Já. Það er fyrir mín næsta. Þessi var Hann verður að fá neglu eftir þetta. Hann er búin með 2 neglur. Læknir, heldur ég geti lifað þetta af? Læknir, heldur ég geti lifað þetta af? Það er erfið pönsla. Já, ég heldur bara að spila. Já, en ég mæli ekki með því. Það er svo góður. Ég segi 3 neglur. Já, 2 eftir. Það geti enda okkur svakalu. Var ég ekki með þennan hérna? Læknir, heldur ég geti lifað? Tekið næsta. Af hverju hlær flugstjórun svona trillingslega? Þegar verður eitthvað svona þegar verður að hrapa eða eitthvað. Af hverju heldur hann sé alveg komið það dark? Ég heldur hann sé komið eitthvað svona klám. Nei, byrju, hvernig væri það út? Flugmaður, erstu að hrapa? Nei, hvað? Nei, maður er ofta. Af hverju hlær flugstjórun svona trillingslega?
tuggingslega. Trillingslega. Það bara ný vakna þess að hann gerir þetta. Hann sendir þetta Hlær svona trillingslega. Því að vélina, ég myndi gista það bara, því að vélina að fara að eitthvað. Ekki? Hvernig gafstu tengt ykkur að grettu þetta á náðan? Ég held að hann hefði verið að tryggja. Já. Ég er ekki bara því að það er ókýrð eða eitthvað. Já, ekki. Hann hefði hugsað hvað sagt verði á hælinu þegar frest hefur að hann hafi sloppið út. Okay. Þetta var ekki besti sko. Málega delivery var svolítið erfitt sko. Hvað er mér að segja það? Ok, hann endar þetta pottit og neglu. Þetta er 12 sekundar brandari hérna. Ef að spila hann í heild, lefa fólki að fá hann alveg svona. Skulum ekki að stoppa hann. Okay. Dómarinn, þú segist ekki vera sekur bílþjófnað. Hefur einhver vitni? Sakborningurinn, nei, ég er ekki vanur að taka með mig vitni þegar ég er að stela. Kom tilbaka. Hann var góður í dag. Ég myndi að segja 4 neglur, 2 spritnir og... Já. Seniorinn var góður. Það er ekki hægt að vera með fullkomi sett. Nú sért kannski Pétur Jón eða Ari Eldjárn, en þetta var gott sett hjá kallum. Mjög gott. Og með þeim orðum alltaf fyrir auglýsingar sem við skuldum fyrir löngu síðan, svo er það spurningkeppni Rikkarans, eins og hann kallar þetta. Takk. FM 957 10.000, þetta er MC Gauti og Króli. Gekkjalag hjá þeim. Já, það er bara dælist út góð íslensk tónlist þess að það er alltaf gerast. Spilum hérna áðan Missi Stjórn með Netunni og Krispjörn Axel. Þetta er all lög sem er nýkomin út. Já, þetta er rosalegt. Herru drengir, ég er búin að hóta hérna risa tilkynningu 2 svar. Ég gleymi henni alltaf. Já, viltu ekki bara segja henni núna? Jó, er það ekki? Jó. Ég ætlaði að mér byrja þáttar, ætlaði að vera með henni eftir brandarakeppnina, eða brandarahotnið. Núna kemur hún. Ok. Risa tilkynning drengir. Eru þið klárir? Hit me. Rauðun og Klakar eru að fara að mæta með a comeback. Það er rosalegt. Já, það er stórt. Herru, ég er svo ánægður að tóku vel í þetta. Ég held ég myndi að fara að drulli yfir þetta. Nei, ég maður bara alltaf þurfum með þess að trúna þætti. Það var endalast að spyrja þessu. Já, herru, það er comeback, Rauðun og Klakar. Þetta er season 2. Sko, season 1 var náttúrulega í 2 ár. Í COVID. Af því að það var endalust sko. En season 2, það verður fyrsta streymi verður 29. Það er bara núna á þriðjudaginn. Vel gert. Þannig að við erum að byrja núna á þriðjudaginn 29. apríl, klukkan 9. Og það verður hægt að horfa á þetta á Twitch rásun okkar eins og alltaf. Og er þetta alltaf live? Twitch, Rauðan og Klakar, þetta er alltaf live. Já. Og við ætlum basically að... Varstu ekki að fyrir eitthvað? Nei, það er á mánudaginn, já. Okay. Já, og máli með þetta, eins og ég hef alltaf sagt, að þetta er fullkomið fyrir svona second screen. Þú ert kannski að horfa á okkur að mynd, út með okkur á kantinum og hörðu, þeir eru að fara að ná sigri. En ástæðan fyrir að gera þetta er að því að í COVID, þegar við byrjum að streyma, þá var sem sagt Call of Duty með þetta map sem er náttúrulega legendary map. Það er komið aftur, þannig að við ætlum að koma aftur. Og season 2 verður, við ætlum að spila í mæ. Þannig að við erum á hverjum einsta þriðjudegi í mæ. Vel gert. Þannig að við ætlum að taka mánuð aðeins að hitta upp. Season 2 verður mánuður og svo komum við kannski... Þú veist í AC þriðjudaginn í mæ? Já, þess vegna ætlum við að vera kannski til jafnvel 3. júní. Já, strax farið leit. Já, en þú veist, svo, sko málið er að season 1 var 2 ár, en að season 2 er núna, við ætlum að taka, byrja núna þriðjudaginn, 29. Spila út mæ, alla þriðjudaga, og svo sjáum við til, svo kannski kemur season 3 í haust eða eitthvað. I like it, en jú, af því að þú varst bara að gleyma þessu svo oft, þá þarf ég að gera eitt núna strákar, svo við gleymum sér ekki. Rikki, þú ert til að koma hérna hinum enn, því að við höfum aldrei hringt út í F95 blöð. Og ástæðan fyrir að hringja út núna er, við erum að draga í einhverjum stærsta, þetta er svona leikur sem ég myndi mest vilja vinna. Ferð fyrir 2 í boði Pepsi Max á úrslitaleg meistaradeildarinnar, og það er flug, hótel, það er séð þig frá A til Ö. Og spennan í þessu er að við hringjum í beinni, því ef efsta nafni svarar ekki, þá förum við niður listan, og hérna er ég með fyrsta nafnið Rikki og númerið. Þannig nú er eins gott að svara, því að ef að þessi svarar ekki, þá hringjum við aftur. Þetta er allt fólk sem var inn á pepsimax.is. Þetta er hann Gauti Daðason. Og ég ætla að vona Gauti Daðason svari, því að annars þurfum við að ringja í næsta númer, og Gauti missir að 2 miðum á úrslitaleg meistaradeildarinnar. Gauti er ekki að svara. Þetta er ríkalegt. Það er hvað hefur ekki honum? Eitt svona í viðbót eða? Gauti! Yes! Jesus, Veistu hvað tæpur?
Ég sagði ekki honum 1 sóni viðbót. Við erum að ringja hérna í beinni útsendingu frá FM 95 Blöð. Þú varst að vinna inn ferð fyrir 2 óslitaleik meistaradeildarinnar í búði Pepsi Max. Nei. Þú varst einum són frá því að missa þessu. Ég sverða. Vá. Þannig að, já, það er allt innifalið eins og þú veist þegar þú tókst þátt í leiknum. Þetta er flug, hótel, það er farið með þig frá hótelin á leikin upp á flugvöll, það er allt innifalið þarna. Þetta er VIP ferð í búði Pepsi Max. Geggjað. Já, þetta er, þú ætlir jánaður og svaraðið maður að þið voru búin að segja nafnið þitt. Herðu, bara innilega til hamingju með þetta. Til hamingju. Og okkar besta fólk frá Ölgerðinni verður í bandi við þig. Dásanlega, takk hérlega fyrir mig. Herru, til lukka með þetta maður, djúðlega jánaður og svaraðir. Já, þetta er rosalega vinning. Takk, bæ. Þetta er svakalegt. Herru, við gáum 1 sóni viðbót. Þetta var tæft, en við viljum enda þáttinn á spurningakeppni Rikkarans. Rétt. Já, og hvað ertu með handa okkur, Rikki? Herðu, þetta er, eins og segi, Gilsarinn er ekki, en ég ætla að taka samt svona... Já, þetta var King of Summer. King of Summer. Já, ok. Að því að sumardagurinn fyrst í gær, sumari framundan, geggja viður akkurat núna. Og hver er sumargæinn? Já, King of Summer. Já, þetta er keppni sem við viljum vinna og þetta eru svona eðlilega spurningar. Ekki svo Gilsarinn myndi taka þetta. Herðu, við ætlum að byrja. Ætlið þið að vera duglegir í garðinum í sumar og taka alvöru sumarverk eins og að reyta arfa, slá gras eða klippa trjám? Já, sko, ég veit ekki hvernig að segja duglegur, en við... Alveg sama hvernig þú verður í sumar, Steindi, ég get svarað þessu fyrir okkur báð, þú verður ekki duglegur. En við tökum alltaf arfadag, annars verður garðurinn bara hræðilegur, það er ekki hægt að... Ágóð duglegur. Þið ætla eitthvað að taka til hendin í garðinu? Já, 100%. Punktur á báða. En duglegir Ég ætla að bera á pallin. Ég segi, það er að taka til. Það er að sama. Herru, það er brjálæslega spennandi, 1-1 strax. Ætlaði að vera baller í sumar og gambla og drekka allt vitt frá okkur í AC í sumar? Það er ekkert balling við það. Nei, það er meira sorglegt en maður þarf að víst að taka punkt þarna. Já, en það er ekki neitt ballin við það, ég get lofa þetta. Þetta er með fullt hús, þetta er spurningar. Þetta er eins sorglegt og verður. Já, þú ert á dollaraborðum sko, í Atlantic City. Þetta er ekki baller. Þið er með fullt hús, þetta er rosalegt, miklu sumarmenn. Ætlar það að sofa í flugvél í sumar með það galopin munn að það verið hægt að koma herðatré fyrir þar? Nei, það er ekki að gera. Sko, ég ætla ekki að... Mál er að, nú er vantarlega að vera... Sko, Rikki, þú ert að spyrja hvernig ég sef náttúrulega með opin munnin. Já. Ef ég, já, svona, það ekkert er alltaf. það mikið galopin munn að ég gæti hent herðatré að upp í. Sérst ekki... Það kemur ekkert óvart að vera þannig á leiðinu heim frá AC til dæmis. Ef ég sopni í flugvél þá er það að vera bara hannig. Þá fólk getur bara... Þetta er eiginlega punktur að þeim. Já. 3-2 fyrir Steinda. 3-2 fyrir Steinda. Heldur þú skellir í eitthvað böð í sumar og fáðir beer? Ég veit það ekki. Ég myndi alveg skjóta það. Ég er ekki... Bara til Akureyrar og eitthvað. Ég er ekkert mikið fyrir þessu böð sko. En aðeins þarf að líkast Gilsanum hann að fara í böð og fá sér bjór. Ég bara veit það ekki sko. Ég ætla að fá stig, ég ætla að jafna 3-3. Steinþór, dauðafæri á að komast í 4-3. Já, ef ég verð kannski á Akureyri í sumar þá er það líklara. Ok. Eða bara bláa, langt sinni fór í bláa lóni líka. Hvenær fór maður í bláa lóni? 4-3 fyrir Steinþór, hann er með fullt hús. Heldur þú munir go back to your roots og lappum á sundlega bakka í sumar graður? Ok, byrju. Þetta er svaraði spurningunni. Var eiginlega að senda þess að keppna á það? Nei. Þetta var að hljóma þannig núna sko. Ekki aðeins. Hvað, go back to your roots? Það er að go back to your roots, fara aftur í ræturnar, lappum á sundlega bakka í sumar graður. Nei, alls ekki. Það er bara ekki my roots. Og þá bara Steinþór, við þurfum einskilju svar. Það er ekki roots hjá neinu með inni. Hvaða roots eru það? Geðveitt skrýtna rætur. Það passaður ekki, Steindi getur tekið silent treatment við það. Það með að Steinþór, þeir eru bara með nei, það er ennþá 4-3 fyrir Steinþóri. Ætlar það að vera sköllóttur í sumar? Já, það er pælingin. Steinþór? Já, ég sé alveg að gera steina sko. Ég ætla ekki að vera það sko. Ég fann þetta á, hvaða spurningu fann ég þetta á? Þetta var alltaf á spurningum 4 eða eitthvað. Þetta er, okkur ekki, segðu okkur aðeins, hver samdi þessa keppni? Verður hreinskilin? Þú lífur ekki að hlusta þetta. Ég gerði það. Já, ok, þá er þetta bara, þetta er fín spurningakefni. Ég ætla að vera sköllóttur í sumar. Blöfur að jafna. Rosalegt.
þvílík spenna. Mástu þegar að Rikki sagðist geta drukkið 7 bjóra og þess að sagja á honum Herru, þetta er rosalegt. Næsta spurning, það eru 3 eftir. Ætlarðu þér að vera í sumargírnum þegar þú lappar eftir gælum alla kringlu eins og alvöru eldirhellir? Jésús. Hvað er margar eftir? Þetta er náttúrulega bara 100%. Þú er bara 100% í bændi við Egil núna. Og Egil er núna á bumbunni skelli hlæjandi erlendis. Þetta er nei. Já. Steinþór, þetta er bara Heldur að sé bara að segja einn útsendingan alltaf verið einhver eldirhellir í kringlunni. Ruglaði. Einni útsendingu, ég myndi bara aldrei segja neinsta. Þú myndi líka aldrei gera það. Nei, auðvitað ekki. Það er nei á okkur báða. Auðvitað. 2 eftir allt jæmt. Heldur þú að vera heppin í sumar og fór Hvenær ætlar þú að viðurkenna að hann sé á baku þessa keppni þótt að sé ekki það? Klárum þetta bara Hann er svo 100% á baku þessa keppni. Já, það verður alveg gaman að lendi því í sumar. Mér langar að ringi hann og segja bara blessa þér, ánægð með þessa keppni Er þetta já og báða? Hvað var spurningin? Heldur þú að vera heppin í sumar og fór Nei, bara nei. Jó, nei. Ok, það er aldrei verið svona spendi. Það er hnífjamt, ein spurning eftir. Hversu líklegt eða ólíklegt heldur að þú lendir í þessu scenaríu í sumar? Akkurat. Lækka í Rikka hérna. Hann er mækurnar sem farinn. Það er líka komið að lokun hérna í FM 95 blöð. Þannig að nú veit ég okkur varst að fara í þetta því Egil okkar er búin að senda það þig að býða að hlusta. Við náðum ekki einu svona að fara í augljósa staðarindir. Nei, ekki heldur sturla. Ég viðurkenni það að Gilsarinn átti hérna smá hlutamáli. Hann sendi þessi síðustu 5 staðfest. Þessi lélegi dölbúningur í byrjun með fyrstu 2-3 Ég samti það actually sko. Ég trúi því alveg. Síðan bara fór þetta í viðbjóð. Sko, hérna augljósa staðarindir drengir. Það er svakalegt sko. Náttúrulega, já, með svakalega reyna. Við erum bara í þetta inni. Sko, já, það segja eina. Það styttist hérna nefnilega í Doc Recommended, sko. Já, hann er búin að gera sér reddi. Já, allt tilbúið þar. Já. En annars er risakvöld í íþróttum í kvöld. Það er Álftanes Tindastóll. Það er Valur Afturelding í handboltanum. Okkar liður bæði í undanúrslitum stendi. Já, það er svakalegt. Já, ég veit ekki eins og hvað um helgin í enska. Því ég er bara hættur að fylgjast með þeir helvítist. Ég er að fara að tapa fyrir Bournemouth. Alveg rétt. Afturölding í kvöld í handboltanum, Tindastóll í körfunni, það er alltaf gerast. Rauðun og klakkar með comeback á þriðjudaginn klukkan 9 og loka þátturinn af Alheimströmmnum á stöðu 2. Já, mér svo góða er þetta. Vil ég heyra eina? Já, takk. Eina. Ég var með hérna, hver er Býtu. Þú erum að setja betan undir takk. Má segja hvað það með það. Og Rottu Pjöllu. Herri, með þessum falli orðum ætlum við bara kveðja hérna úr F95 minnum á glöggkasti á þriðjudaginn. Skuldum auglýsingar, góða helgi. Dýrkum ykkur. Topp tónlistarstöðin FM 957